bara velkomin. Já, þakka þér fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, herru, það að þú ert að skrifa í viðskiptablaði. Akkurat. Og það svona hæðin á að bjóða þér upp á það að gera og sér líka bara ertu þræl skemmtilegur. Við erum búin að þekkast lengi. Já, við hefum gert það svo sannarlega. Já, og það hefur alltaf verið gaman að tala við þig. Þú ert einn af þeim sem er bara skemmtilegur. Engin pressa. Engin pressa. Nei, það eru líka að vera allir svo alvarlegir en ég er búin að bjóða mörgum skemmtilegum mönnum minna. Já. Og síðan fattaði að vera að taka upp og þá bara Já, við skulum bara, ég ætla að passa mig á því að þetta er nú fyrsta skipti sem ég tek þátt í svona podcasti að vera ekki of meðvitaður sjálfa mig, það er ekki satt. Já, það er oftast bara gott sko eins og Pétur Jóhann Sigfússon. Já. Ég spurði hann einhvern veginn að því hann sagði við mig að hann var að glímaði kvíða. Já. Og ég held, hvernig getur þú haldið þessi uppistund á? Og hann sagði, já, það er bara byrjun, hvernig þú byrjar það, sko. Ég fer alltaf, þá er ég að deyja, en ég fer upp á sviðið og kvíðin minn virkar þannig að ég þarf alltaf að kúka þegar ég fæ kvíðakast og ég byrja öllu uppistandi minn að því að segja fólki frá því og þá byrja allar að hlæja og þá fer kvíðin í burtu þannig að maður þarf örugglega bara að finna eitthvað svoleiðis maður þarf að finna eitthvað svona hacks greinlega eitthvað svona life hacks kannski fer hérna fram áttur og æli í klósiti það er eitthvað setjum að pási eða láta hann kannski bara fylgja með ég veit það ekki en nú ætlum við að ræðum eitthvað sem ég eru þetta bara algjör þumbi í og þú þarft að útskýra þessar spurningan sem ég er að fara að leggja á þig bara eins og ég sé heiladauður sem ég er að mörgu leyti þegar að kemur að þessu. Nei, en það er nú frekar kannski bara því ég hef eiginlega aldrei mikið pælt í þessu og það erum við að tala um bara svona vísitölur og eitthvað svona gemur mál fyrir mér. Já, þetta er hérna svona almennt séð náttúrulega gefur fólk þessu ekki neitt mikinn gaum þótt að þessi hugtök eins og vísitölu, verðbólgur og vextir og svo framvegis eru hérna mikið umræðinni. Og það er kannski ekki skrítið að fólk skilji þetta ekki af því að það eru líka sko hagfræðingar sem eru sprenglarir í þessu fræðum sem er ekki eins og sammála hvernig best að gera hlutana í þessum efnum sko þannig að það er alveg ósköp eðlilegt að fólk kannski næri ekki hausnum í kringum þetta en ég geri það ekkert að fullu leyti en ég svona skil svona undirliggjandi þangagangin og prinsipin á bakvið verðbólgu, vexti og svo framvegis. En hagkerfið eins og er núna og sett upp bara og hvernig þetta tengist allt saman ykkur sem getur náð hausnum utanum þetta allt saman, þetta verðist vera svo rosalega flókið. Já, það er það því að samfélög manna eru almennt sér flókin. Þarna eru náttúrulega tógast á náttúrulega viðskipti og við erum eiga eins og þú veist og þá við þurfum að flytja allt inn og við flytjum allt út og það eru hérna vöruskiptajöfnuður og svo framvegis sem spilar hann inni en eftir sem stendur og þá sem sagt er hérna þessi konsept, vextir, verðbólga þeir byggja óbúslega á basic grunni svona í raun og veru það því að sko verðbólgan fer raun og veru á stað það er bara einfalt út af þess að Seðlabankinn hefur prentað of mikið af peningum í COVID akkurat og það þegar hann lækkaði vextina niður í 0,25% sem þýddi að fólk og þá sko þetta tónar svolítið saman við að það er lágu vextir og stýrivextir eru raun og veru eitthvað sem heitir millibankavextir þar að segja, það eru vextin sem Seðlabankin lánar viðskiptabönkunum þremur, eða bönkum. Það eru stýrivextir? Það eru stýrivextinir. Okay. Og þeir fá svo vextin á þessum 9,25% eins og vaxtastigið er í dag. Þeir fá, peningarnir kosta það mikið. Svo leggja svo bankan í sína vexti ofan á. Þegar því að vextin sem við fáum frá bönkunum eru þá 10-11%. Okay. Og kannski manst eftir eftir Sopranos þá var alltaf settuð 10 points þú varst að lána einhverjum og þannig að þetta mætti nú segja að vaxtastigið þannig að það sem við Íslendingar erum að fá í dag eru mafíuvextir ég er samanlega því með maður skoða nú var ekki Svíþjóð sem var að lækka stýrivextin hjá sér Jú, sko vextinir í Evrópu eru svona milli 4-5%. Af hverju eru við með svona háa vexti miðað við þá? Já, það hefur raun og svolítið að gera með gjaldurinn okkar við erum í íslensku krónu og við erum í lítið hagkerfi og það er óbúslega dýrt að reka það ekki, Ari, geturðu gert með þetta geturðu tekið, þarna Þú klippir þetta til eða? Nei, það er alveg þetta er rosa rár þáttur hjá okkur og þetta er eiginlega bara gott samtal þannig að við pælum ekkert í mikið í þessu ekkert mál en takk, en já, höldum áfram sko það sem ég er að tala um þarna við erum að tala um er einmitt þetta er bara eins og mörgum grunar að krónan, það er svo rosalega dýrt að viðhalda henni
Já, það það og í raun og veru þetta algjörlega glórulaust en sko pælingin hjá Seðlabankanum með að hækka stýrivextina svona mikið til þess að koma böndum á verðbólguna og tengslum milli sko vaxta, stýrivaxta og verðbólgu einfaldlega til þess að spórna sem sagt ef þú hækkar vextina þá hækka húsnæðislánin eða hækka húsnæðislánin þá minnkar ráðstöfunarféð eða minnkar ráðstöfunarféð þá hefur þú síður efni á því að kaupa hluti sem verðbólga á. Ef þú hefur síður efni á að kaupa þér hluti þá lækkar verðbólgan í kjölfarið. Sko, það í grunninn pælingin sko. En núna akkur húsnæðis matið bundið við það? Húsnæðisliðurinn? Já. Það raun og veit enginn mér minnir sko síðustu tölu sem við vorum að skrifa hana upp í Morgunblaðinu og það var sem sagt að þú tekur húsnæðisliðin í burtu og nota bene, það voru birta núna nýbúið að birta sem sagt nýjustu verðbólgutölu sína að verðbólgu komin niður í 5,4%. Ef þú tekur húsnæðisliðin í burtu allan að þá þegar ég skoða þetta þá stóð verðbólgan í 6,3 og þú tókst húsnæðisliðin í burtu þá var komin niður í 4,2 eða 4,1. Okay. Þannig að þetta er óbúslega svona skrítið. Já, þetta ég veit að kannski fólk bara skilur þetta ekki almennilega en í grunninn eins og segja þá þetta til þess að fá okkur til þess að eyða minna. Ef við eyðum minna þá kostar hlutinu minna af því að það ekki eins mikil eftirspurn eftir þeim. Þetta svona spurning milli framboð og eftirspurnar líka sko. Já, það gerði þetta miðlana var ekki Ástralanir þegar að ríkisstjórnin einfaldlega baða að vera ekki að ferðast úr landi heldur að ferðast frekar innanlands og eyða peningunum þar til að ná niður verðbólgunum sem var í gangi þar. Akkurat. Og þeir saminist þjóðin Ástralanir bara saminist til að gera það, bara hættu að ferðast út og gjaldmiðlinn hann rauk upp bara í verði hjá þeim. Það var svolítið sniðugt hvernig þjóðin stóð saman þar. Við Íslendingar gerum þetta ekki. Nei, við gerum það ekki og það líka sko, það verður líka að taka með í reikningin að minnir að Ferðamálastofa hafi gefið út það koma hingað 2 milljónir ferðamanna sem þau eru að kaupa sér kók og pilsur og vörur og þjónustur og svo framvegis sem að nýta sér hérna í einhverju mæli sem gerir það að verkum að halda verðbólgunu uppi en eftir þessi stendur þá höfum við Íslendingar ekki hlusta á ráð Seðlabankastjóri sem að sagði bað Íslendingar vinslast ekki vera að fara til Tenerife og svo framvegis hún oft mikið gert grín að þessu en þrátt fyrir það að venjulegt fólk sem með húsnæðislán eða það skiptir svo sem engu máli hvort þú sé með húsnæðislán eða ekki það náttúrulega vissulega til fólkinu í þjóðfélaginu sem hefur ansi gott sko. Þannig að en þetta eins og ég segi þess vegna eru við með svona háa vexti og þeir eru miklu hærri hér heldur en í Evrópu. Það engin spurning sko. Hvað myndið þú segja svona persónulega eru við betur sett með evruna heldur en krónuna að því að oft svona eins og ég svo fáfróður í þessu en ég reynir nú að fylgjast eitthvað með en þetta virðist krónan virðist þjóna svolítið svona efri stéttinni meira heldur en almenningi. Já, þetta svona eins og þetta hefur allir verið rætt þessi mál sérstaklega með íslensku krónuna í sölum Alþingis og þá var þetta alltaf skreitt klættið þann búning að þetta sé þjóðveldismál sem þetta einhver spurning eða fullveldismál, ég man ekki hvernig Katrín Jakobsdóttir orðaði þetta á sínum tíma en já, það vissulega þannig þegar þú tekur 30 ára lán í Evrópu, Noregi eða þeir eru reynda með norsku krónuna og danska krónuna tengd við evruna þá getur þú nokkuð neginn séð í 30 ár hvað þú kemur til með að borga mikið í vexti og hvað þú þarft borga mikið á höfuðstólnum en hérna á Íslandi það engin fyrirsjáleiki skilur og þú setur inn í venjulega lánareiknivél ég ætla að taka hvað maður segja bara 50 milljónir króna lán til 40 ára og þú greiðir tilbaka þegar að þessum tíma liðinu þá ertu að greiða tilbaka einhver 180 milljónir af því að krónan það lítill gjaldmiðill að verður alltaf þessi virðis í rýrnun á henni 1000 kall í dag verður ekki sama og 1000 kall eftir ár skilur það líka pælingin en mála kaupmátturinn í evrunni miklu meiri af því að fleiri 100 milljónir manna að nota hana það það sem hefur verið marg ítrekka bent á og það þess vegna sko að ég væri til allan að gera eins og Norðmenn hafa gert í tvígang. Hvaða? Þeir hafa sem sagt hafið viðræður við Evrópusambandið og það alltaf gerðu sérstakur samningur. Aðildarríkin gera bara sérstakur samning sem svolítið gerður eftir þörfu þeirra efnahagslegum þörfum og og Norðmenn hafa í tvígang hafnað þessu
bara í þjóðaratkvæðagreiðslu sagt bara ok, þetta ekki fyrir okkur. Norðmenn náttúrulega eru með allt annað díl fyrir að fyrst þetta miklu stærra land, fyrir að hafa digur olíusjóði og svo framvegis en við gætum alveg farið og kannski sóttum bara fyrir það að losna við íslensku krónuna, engin spurning. En ég var allan til að heyra hvað þeir segja, komið samningi þótt að ég sé ekki sérstöku stuðningsmaður Evrópusambandsins, en þetta gengur ekki með krónuna. Nei, ég held það. Mér alveg sama hvernig, hver segir hvað og ég hef heyrt hérna hagfræðingur vera að bítast þetta. Já. Og annars segir, þetta alveg glórulaust, sem það og annars segir, nei, þetta bara fínt, við ráðum þá peningastefnum málum okkur sjálf og svo framvegis, en það breytir því ekki. Já. Það engin fyrir sig að leiki í þessu. En líka, ekki alltaf stór iðjur á Íslandi og fiskvinnslufyrirtæki og eitthvað svona, þau gera alltaf upp í evrum, heldur en krónu. Já, það kannski eðlilegt að því að markaðir þeirra gera upp í evrum. Okay. Og ég meina Marel gera upp í evrum líka ef ég fer alveg örugglega rétt með en það ósköp eðlilegt það öll þeirra viðskipti, þeir stundi ekkert viðskipti hér, fiskurinn ekki seldur hér hann seldur erlendis og það þess vegna að þeir gera það af því að það eru þeir sem eru hlutafar sem eru margir hverjir, það einhver lífeyrissjóður en hlutafar þeirra eru margir þeir skilja evruna, þeir skilja það konsept þeir skilja fyrirsjáleikja sem fylgir henni og þess vegna er gert upp í evru. Já, en það annað sem ég mjög átta mikið á að núna var það sjávarútvegurinn sem bar landið hérna og byggði spítala og gerði rosa gott fyrir okkur var svona okkar vara til að selja til útlanda til að flytja inn aðra vörur á móti og það gekk rosalega lengi og vel. Já. Og síðan núna að því í þá daga það var engin túrismi hérna en núna það með sjávarútveginn og túrismann og gríðarlega mikið að túrismann og það hlýtur að koma rosalega gjaldeyri með þessu fólki inn í landi þannig að ætti landi ekki að vera betur statt heldur en núna því að verist allt einhvern veginn vera í rugli það bankarnir eru bara aldrei verið eins gráðir gengur eitthvað voðalega illa að byggja hennar spítala þarna og velferðarkerfið, við erum að státa okkur að einhverju velferðarkerfi sem var betra í gamla daga það bara staðrendið þú fórst í á Grensás þú þurfti að vera að fara segjum að lendir í slísi og þurftir að vera bara í endurhæfingu í 1 ár varst ekki drukkað fyrir það, núna þarfst að borga fyrir það og það er alls konar svona liðir sem eru bara búin að fara rosalega niður á við í samfélaginu manni finnst með að við allar túrismann sem að koma núna inn að það ætti að vera öfugt, það ætti að vera betra veistu það eitthvað? Já, ég skil alveg hvað það að fara og þetta alveg mörguleiti rétt en í grunninn ef við tökum bara Ísland sem land og hvað höfum við hér? Við erum með endurnýtanlega orkugjafa, við erum með heita vatnið, rafmagnið, við erum með fiskinn, við erum með náttúruna, ég held að það eru fáa þjóður heimur sem eiga eins mikið á vatni og við. Þannig að jú, það alveg ósköp eðlilegt að fólk spyr sig, af hverju höfum við ekki betur en við gerum? Og það svo sem ekki til eitthvað einfalt svar við þessu, til þess að gera. En eftir þessi stendur og jú, það eru að koma hingað ferðamenn sem eru að koma með gjaldeyri. Sem þá skipta úr hvaða gjaldeyri sem þið koma með dollarar, evrur og svo framvegis en vandamálið eins og ég horfi á þetta svona kannski svona stórt á litið hefur raun og veru bara að gera með hvernig við erum að reka landið það að segja að það búið að vera að tala um það lengi og þetta kemur svolítið inn á það líka til dæmis með akkur eru svona háir vextur og verðbólga það hefur líka að gera með hvernig ríkið að standa sig Við erum búin að reka ríkissjóð núna í nokkur ár með miklum halla, miklu meiri halla heldur en í löndu sem við berum okkur saman við eins og Svíþjóð, Danmörk og fleiri. Af því að til þess að sporna við verðbólgan þá verður ríki líka að halda þessar höndum. Þeir verða þá að eyða minna. Já. Það hefur oft verið gagnrýnt, sérstaklega að það hafa hagfræðingar og það hefur verið talað um þetta í fjölmiðlum og inn í ákveðni kressum að þið verði líka hægt að eyða svona miklu og þetta ef ég svona pæli í því að það eru ríkið hvað þetta hefur heldur milli 30 og 40.000 manns í vinnu þetta orðið ansi stórt og þú talar um velferðarkerfið og það nefnilega svolítið merkilegt að minnist á það að ég skrifaði, ég var með einhverja fréttaumfjöllun um það að ég fekk pata því að velferðarkerfi sem hefur þó ekki raunum að gera með heilbrigðisstéttina að þau eru að nota eldgömul kerfi
þar að segja við erum með eitthvað sem heitir svona sögu sjúkraskrárkerfið og þú lítur á það, þá lítur út eins og sé komið frá 1983 okay. og það tekur víst lækna og hjúkrafræðinga allan eftir það sem ég fekk að heyra það tekur óra tíma að panta lyfseðla, blóðrófseinir og svo framvegis og það tekur alveg óra tíma að gera þetta og eins og þú kannski lýstir hérna áður fyrir að það var miklu fara fólk hérna, það voru fleiri heilbrigðisstarfsmenn á hverja 1000 íbúa. Núna erum við bara búin að fjölga svo mikið og það ekki nógu mikill nýliðun innan greinarinnar sem hefur gert það verkum að velferðarkerfi eiginlega alltaf því voru sprungi. Sko. Það tók mig til dæmis heilt ára að bíða eftir sérgreinalæknir og ég hringi ekkert niður á heilsugæslu og panta tíma. Nei. Það allt núna bara, heimilislæknirinn minn, það sem ég með minni heilsugæslu, hann aldrei við. Nei. Og það kannski svona ýmsar ástæður fyrir þessu en meðal annars að það þessar brotalamir innan heilbrigðiskerfisins sem hafa til dæmis að gera eins og ég frétti þetta og ég sagði hérna áðan að þetta sjúkraskrárkerfi, þetta tekur víst alveg óra tíma fyrir heilbrigðisstarfsfólk. Þú getur eitt ímyndar að þú ert að hitta 20 á dag sjúklinga og þú eyðir óþarflega sem korteri að panta basic hluti skilur fyrir sjúklingi en að alltaf þú búin að tala við sjúklingin, þetta svo mikið, þetta svo flókið það að panta röntgen og blóðrannsóknir eins og ég segi og allt þetta þau eru stundum bara endalaust í tölvunni í músasmellum því að þá náttúrulega lengist bara halinn fyrir aftan Ég skilju En gáttin, er hún ekki eitthvað að flýta fyrir þessu núna? Gáttin sem eru með, það kallast gáttin þetta tölvukerfi sem það þessar lyfseðla gáttir þær eru reyndar annar þetta eru nokkuð kerfi en þetta sögu sjúkraskrárkerfi það svona grunnkerfið það sem allt sett inn svo tala stundum þessi kerfi ekki einu svona saman sko. Og ég talaði einmitt við gæja sem voru að koma með nýstárlega lausn hana hjá Leviosa og þá voru þeir að segja að þeir eru konur með eitthvað AI og þetta bara, þú veist, eitthvað rattskipanir það þetta og þetta og hann það bara að gera þetta og hann lýsti svo þannig fyrir mig sem var allan með þetta sem eru með þessa hugmynd eða þennan hugbúnað að staðin fyrir að þetta takið þú ferðinir og slísó og tóknar, þú býður ekki 3 tíma þú bara hann í hálftíma þú segir bara hvað að þér upp á röntgen, máli leist Flott, hvað með fyrir okkur á skjánum Davíð? Bara heildarfjölda starfsmanna á stofnunum hvað eru? 23.132 2013 Já, hjá stofnunum, en það líka sveitafélög? Nei, það ríkis Já, þetta vandar líka öll sveitafélöguna því að sveitafélögin eru líka opinberir aðilar Hvað sagði þetta verið 2013? Nei, 2023 2023, já Sko, það annað með þetta það virðist vera svona nefndir sem eru bara óþarfa nefndir sem maður oft heyrt og ég ætla nú ekki að vera að nefna nöfn á þessu nefndum í ríkinu en maður stundum bara hvað gera þessu nefndir af hverju eru að þetta staður og síðan maður að heyra að sumir eru bara með 11 hjálpar starfsmenn sem voru kannski bara einn ritari í gamla dag eða eitthvað, þetta komið út í svo öfgakenda vitleysu að maður fyrir að hugsa bara, þingmaðurinn að vinna eitthvað? Er þetta fólk ekki bara að vinna alla vinnuna? Hver þarf 11 hjálparstarfsmenn ég skil það ekki og síðan annað sem ég hugsaði og hvað eiginlega, nú eru eftirlaun ef þú ert á þingi og ert búin að vera dómari líka og svona hvað eru eiginlega með mikið í útgjöld á ofurlaunum sem eftirlaun á þetta fólk það ekki brúsin orðin alveg helviti ára á þetta ríkisbatteri bæði núverandi starfsmenn og þá sem eru á eftirlaununum Sko, já, ég skil þig en þetta hefur einmitt verið gagnrýnt líka það að segja sko að einkageirinn versus sem sagt opinberi geirinn það borgar sig fyrir velmentað hæft starfsfólk að fara að vinna hjá henni opinbera heldur en hjá enkageiranum sem raunin var á að vera öfugt Já að því að sko, ef þú ert opinber starfsmann þá gilda alltaf reglur þig þar sem þú ert erfara fyrir að reka þig þú þarft að fá áminningu og eitthvað svona eitthvað og svo framvegis en í enkageirum það ekki alveg þannig og það launin eru betri og það eru færri vinnutímar ef ég man það rétt og það eru meiri fríðindi frí eftir hádegi og föstum og svo framvegis og þetta hefur verið gagnrýnt þar að segja sko, opinber á ekki vera að keppa verðmæta starfskrafta við enkageirann Þú veist, þegar ég að fara enkageirann þegar ég sem sagt verðmætt starfsfólk á frekar að fá sér vinnu hjá einkafyrirtæki heldur en að fara inn í stjórnsýsluna og þetta hefur nefnilega verið gagnrýnt og þetta kannski líka skýtur skökku við finnst mörgum
Þetta hljómar svolítið svona eins og kommunismi á móti kapitalism. Já, af því að við höllum meira á kommunistan ef þetta er svolítið svona. Já, það er þessi bara endalausa miðstýring að þetta bákni blæs alltaf meira og meira út. Já. Skilur við. Og þetta hefur verið gagnrýnt tölvert og mér finnst það líka bara mjög skrítið af því að ég hef alveg sótt vinnu hjá November, ég ætla alveg viðurkenna það. En málið er þegar ég er að sækja það eru 40-50 aðri líka eða, það eru mjög margir sem er að sækja af því að þetta er mjög eftirsóknarvert að vinna hjá November. Já. Ég er ekki að segja eigi ekki að vera það en það á ekki að halla svo mikið á einkageirann að allir sjá sem hagi því að fara að vinna hjá November En talað einkageirann, nú er verið alltaf að tala að einkavæða hitt og þetta og við erum að fara að einkavæða erum svona hægt að róla að einkavæða bankana aftur og vorum að selja í bönkunum Hvernig líst þér að? Finnst þér að vera skynsamlegt eða með að við mér er svo stutt síðan að allt hrundi hérna út á bönkunum og út af einhverju svona fylliríi og einhvern veginn er þetta einhvern veginn að lenda svona hægt að róla í hundanum á sama fólkinu maður sér nú þarna er ekki Lárus Velding ég sá hann nú í sjónvarpinu daginn vera að tala bankana maður bara svona af hverju þessi maður og síðan líka bara seðlabankastjórinn okkar hann var nú í Glitnir hérna yfir greiningadeildinni það var hann í Kaupþingi það var að Kaupþingi, það var annarkort og sem bara kortir í hrun og kemur hann það er allt í góðið og allt í blómstrunni ég man alveg eftir þessu og síðan þetta bara hrundi allt eins harkalega og síðan einhvern veginn er hann í seðlabankunum hvað er málið með það? Já, ég skilji ef við tökum bara til dæmis þetta einkageirinn versus stjórnsýslu ef þú ert í einkageiranum þá ertu einhver sem heitir samkeppni í það að fá viðskiptavin og veita betur þjónustu henn er ekki til að dreifa hjá hinu opinbera skilur þau hafa í raun og í grunninn engan svona hagfræðilega séð hvata til þess að standa sig vel vinnu en það er ekki þar með sagt að ég sé að segja þau standi sig illa en í prinsipinu er ég á móti þessu þessari þróun bara út af því en ef við tökum þessu bankarhrunið og einkavæðingin bankarnir hrundu hérna það var bara út af því að þeir skorti lausafé bankarnir voru þá að fjármagna sig með skammtímalánum svo þegar þeir voru gjaldfelld þá fengu ekki önnur lán til þess að borga hinlánin þeir áttu fullt af eignum sem þeir gátu raun og ekki selta þegar bara ástandi var þannig en svo náttúrulega fara þeir á hausinn og ríki tekur yfir og svo var það bara flutt yfir í nýja kennitölu en þegar allt var gert upp þá stóðu eigninir og meira til undir öllum þeim skuldum, inneignum og hlutabréfasjóðum og hvað þetta var. Það fengu allir greitt, reyndar fyrir dúkodisk, það tók einhver ár. En það var svona pælingin. Ja, það var svona, en pælingin mín er bara nákvæmlega svo að varandi þessa einkavæðingu að þú ert að einkavæða einhvern hlut, hvort að það sé, ef við tökum sem dæmi, munið eftir þegar var verið að skoða bíla, skoðunastöðar, frumherju og svo framvegis. Þetta var allt gert að ríkjunni hérna í gamla daga. Þá það var einkavætt og sögðu bara, við ætlum að láta bara einkaaðila að sjá það að skoða bíla. Kannski geta þið gert þetta betur við. Það er það sem gerist. Það lækkaði kostnaðurinn og þeir gáttu tekið fleiri bíla. Og þetta er ekkit eitthvað fáheyrt að þessi að vera einkavæða, einhverju opera anga og fært einkaaðilum. En prinsipið sem ég er að horfi, að þú ert einkaaðili, þá ert að leita, reyna að ná í viðskiptavinni og reyna að standa þig vel. Þú ert í samkeppni. Og ef mér líkar illa á þjónustuna þá fer ég bara eitthvað annað en þú ert að díla við ríkið þá hefur ekkert option skilur við reyndar eins og enn virðist nú vera á bensinstöðunum og öllu þessu að það er engin samkeppni þegar ein bensinstöð hækka verðið það er bara allar samdæðis og maður horfður bara þetta er samráð maður sér það bara á núleitni og það þarf að vera ánskotu við að láta sig ekki að það alveg 100% og við erum og höfum alltaf búið við þessa fákeppni skilur við, það er engin svona séringin sérstaklega hagi því að fara í samkeppni eins og bensínmarkaði bara eitthvað orkan alltaf að lækka 90 krónur þeir gera þetta bara ekki þeir eru bara í svona störukeppni ég ætla ekki að gera neitt til þess að rugga bátnum og þetta er alveg klassist einkenni fákennismarkaðar og sér að þegar prís er að koma inn á markun og segja, við ætlum bara að vera lægstir og það er rifið allt úr hillum ég held að búðin var tóm hann eftir nokkra daga eftir opnum Já, þeir eru mjög útrir eins og öru ég vona að þær haldið áfram eins og Jóhannes Bónus þegar hann kom inn á sínum tíma þá gerði hann þetta sama og ég vona að prís
og bara blessu minning Jóhannes í bónus, hann fær ekki nógu mikið kredit eins og hann á að fá, hann lækkaði allt matarverð á Íslandi og að bara þetta var bara búið að vera svolítið hjá sama fólkinu sem átti bara alla matarverðbúðunar og sem kemur hann undan með bónus og þessi fólk áttar ekki, hann breytti bara verðlæðinu og ég að vona að því að matarverð fáralega hátt hérna þótt að við séum að flytja inn matinn og ég að vona að prísi að gera það saman núna að þeir, þú veist eins og Æsland komin inn, það var allt mjög ódýrt hérna fyrsta mánuðina og síðan þetta sprengtur upp verðið þannig að ég vona að prís gera það ekki að sama Ég bara að segja með þér og ég vil meina ef við myndum taka upp evruna og þá myndum kannski fleiri, þú veist stórfyrirtæki í Evrópu sjá sinn hag í því meðal kannski evrópski bankar að koma þannig að eiga viðskipti þeir ekki fara að gera meðan íslensku krónan inn Nei, ég algjörlega hlindu því að við förum í evruna ég held að þessi króna sé alveg orðin úrelt og við erum bara svo allt og lítil þjóð þetta bara að djóka, sko. Við séum svona lítil þjóð með okkar eigin gjaldmiðil Já, ég alveg sammála því Já, hann fyrir ekki að taka þátt í stóra partíinu og ég held að gagnist sko ég persónulega, núna get ég verið að tala úr raskatunum því að ég er ekki gáður í þessum málum en ég held að eina ástæðan fyrir höldum krónunni að auðvaldið græðir á því meðan að almenningur tapar að því og meðan auðvaldið sem ræður öllu hérna þá vilja þurfa þetta að halda í krónuna og við fáum ekkert sagt um það en ég held að ef við förum í krónuna þá fáum við að sjá mun betri bankalán og maturverðin myndu örugglega að lækka líka hérna og myndu fá, bara betri kosti á svo mörgu sviðum þetta bankakerfi alveg í rugli en ég ætla að taka sjálf með þessi dæmi sko. Ég tek lánin á 2009 ég tek 9 milljónir krónar lán 2009, ég hef aldrei tekið veð ég hef alltaf staðið borganir ég skulda 18 milljónir í dag það bara rugl það bara þá lánið eftir greinlega verðtryggt og það leggjast verðbætur á höfuðstólinn Já. Það til þess að tryggja lán sem sagt sá sem að lána fyrir því að fyrir hérna sko virði sér rýrnun á gjaldeyrinum sem sem sagt íslensku krónunni það þess að reiknast þess að verðbætur að því að sko 9 milljónir þá ekki sama á 9 milljónir í dag Nei, samt að maður að borga 100 skall á mánuði sko. Já, þetta bara maður endist ekki ævinn að greiða þetta Nei, það virðist vera blóðut sko. Við þurfum að fá eitthvað stöður að heldur en þetta Ef það bara væri fyrir það veist, ef við myndum fá allan að stöðuri gjaldmiðil meiri fyrir sjáleika og þú tekur 9 milljónur lán og ég segi það tekur í cirka bá 10 ára að greiða þetta á þessu vöxtum og þú getur fest vextina þetta bara ekki til hérna Nei, og hefur raunar aldrei verið Nei, sem þekkir maður þetta allavega núti og sem fara út og kaupa sér eign úti þeir eru allir að segja, ég er bara strax byrjaðar að sjá höfustólinn lækka niður sko. En síðan þetta núna, þetta lán hérna er þetta enn einn glæpastaðseminn hjá ríkinu sko, þegar að ríki bauð mér hérna fyrir nokkrum ári síðan við erum með hérna viltu ekki koma hérna úr verðtryggingunni og taka hérna þessi lán sem bara fasti vextir og eitthvað svona bull bara þegar bankanum byrjuði að bjóða mér þetta að hlauta verið eitthvað svo hugsaði ég þetta bara bankin, hann gróðrafyrirtæki þeir reyna að græða sem mest af hverju ósköpunum ættu þeir að gefa mig leið til að þeir græði minna það bara, og það sem að gera núna nú alltaf að losna, þetta var eitthvað smáalitur þannig að eftir 3 ára að losna vextinni það endur reiknalegir eitthvað eins og leis og fólk sem var að borga núna bara segjum 150 skall eða hvað, komið í 300-400 skall allt í einu afborgun þetta bilun og bara að fara aftur yfir í verðtrygginguna og þetta bara auka gróði fyrir bankana því að það kostar alveg að taka lánin og gera þetta það lántökukostnaðurinn og sem fylgir því sem sjálfur sér ekkert það hár í svona stóra samhenginu en það sem þeir eru að græða þeir sjá sko þú nærði ekkert að greiða höfuðstólinn það sem þú skuldar uppunlega að það reiknast þess að verðbætur á höfuðstólinn og þú færið yfir í verðtrygginguna og það sem þú færð á móti þú greiði þá miklu lægri vexti og getur varið ráðstöfunarfé en eftir sér stendur þetta ömurlegur díll þetta bara spurning hvort þú vilji vera skotin eða hengdur mér finnst það og það voru eins og sumir sem tóku fasteignaláð og festuðu í 5 ár sem að losna núna sem þýðir að þeir tóku þá segjum á, ég man ekki hvort það bara 3% vextir en að festa þetta þá á sínum tíma og núna að fara upp í 10-11% ok, ef maður fara að greiða þá að fæstilin okkar fleiri 100.000 500-600.000 sem fara að raunar allt í vextina eða ef maður fara í verðtrygginguna sem étur þá upp eignamyndinu
og þeir segja alltaf á móti kemur að fasteignamarkaðurinn hækkar alltaf umfram það sem leggst hún á höfuðstólinn. En það breyti því ekki. Ég vil ekki að virði mitt muni fylgja sko fasteignaverðinu sem fer alltaf hækkandi. Já. Ég vil eignast þetta á eðlilegum forsendum. Ég vil borga eðlilega vexti, sanngjarna vexti og þessi verðtryggingu, þetta er alveg sérsta fyrirbrigði bara hérna á Íslandi að mér skilist. Já. Fattaru? Já. En ég væri bara til að heyra í Evrópusambandinu bara upp á þetta hafa sko. Já, var ekki verðtryggingin, hún var lögð á að því að bankarnir voru bara á hausnum minna og þurftu fé og þetta átti að vera bara eitthvað tímabundið eins og bifreiðaskatturinn. Þetta var bara átti að vera, ég held að þetta hafi verið kynnt þannig, ég er nú ekki nógu vel með að þessu, hvað tíminn átti að vera en þetta var aldrei tekið að. Nei. Þegar sko ríkið, því opinbera hefur nú gert það í gegnum tíðina, sett eitthvað svona sérstök gjöld. Mér minnir að átt að setja eitthvað gjald núna en ég framtíð þegar við vorum að skila skattframtalinu hérna til styrtar eitthvað fyrir Grindavík og allt það, gott að blessað. En ég held að þetta verður aldrei tekið af. Nei. Skilur við? Þrátt fyrir að eigi að fara að byggja einhverja varnargarða og svoleiðis. En ríkið hefur alltaf haft þann háttina og ef þú setur á gjald, það fer ekkert af nema fyrir dúk og disk. Sko. Akkur látum við vaða svona yfir okkur íslenska þjóðin? Að því að við erum fljótt að gleyma. Mjög fljótt. Og svo sérstaklega sko ef við tölum, þú varst eitthvað myndist að það með auðvaldið og haldi í krónunu og svoleiðis en ef þú horfir yfir bara alla stjórnmálaflokkana sem hérna náðu manninu og þing, það eru bara 2 sem tala raunum fyrir því að gangi Evrópusambandið. Okay. Það eru bara Samfylkingin og það er Viðreisn. Já, það? Já, í raun og veru. Er Viðreisn ekki bara svona barn sjálfstæðisflokkins? Ég þekki það nú ekki alveg flokkpólitíkina. Já, Viðreisn klauf sig frá sjálfstæðisflokknum út af þessu sko. Þeir voru svona hægri sinnar, Evrópusinnar einhvern veginn. Okay. en já, það er þess að hann klauf sig út úr þessu til að byrja með. Sko. Og var þetta einn ágreiningurinn sem var til þess að þeir klöfnuðu og fóru yfir á? Ja. Ég man nú ekki alveg bara hver helstu ágreiningsefni voru en þetta var stærsta máli, já. Þeir hafa alltaf talað fyrir því að gangin Evrópusambandið. En það má ekki gleyma því að við erum með svona aðra löppina inni í gegnum EES-samningin. Já. Sem sagt, við erum ekkert, þetta er ekkert eitthvað alveg nýtt fyrir okkur, við njótum alveg þess að tollaferðlis og frjálsfræði fjármagns og vöru og þjónustu og svo leið sko. Já, en sko með framtíðina, núna þekkir þú þetta kannski betur en ég, er eitthvað á lögunum að fara að selja Landsvirkjunina? Nei. Enga veð hana? Nei. Það er ásanlega að heyra. Já. Ég hef séð eitthvað, þá er þetta bara einhverja gróðsugur á netinu, þar sem fólk er að tala um að ég að fara að enga veða hana. Nei, hún var ekki einhvað. Nei, það er nefnilega frábært við lifum, sko þeir sem þekki ekki og hafa ekki búið erlendis og borga rafmagnsreikning þar, þeir gerir sér ekki grein fyrir hvað rafmagnsverð á Íslandi er æðislegt. Já. Fólk bara meðal fjölskylda þá ertu að borga bara 40-50 skall í rafmagn á mánuði á Spáni eða eitthvað sko. Þetta er, þú slekkur á öllum lömpum, þú skilur ekki eftir logandi ljós þar þegar þú ert ekki inn í herbygginu. En pældi í þessu, ímyndaður, ef við værum með, það væri hátt raforkuverði við höfum ekki heita vatn, þurftum að kynda allt með olíukyndingu eða gasi eða eitthvað. Já. Þá væri löngu búið að fara niður og gera aðra hallabildingu hann niður á Alþingi. Sko. Að fólk myndi ekki láta líða þetta 10% vextir, rafmagn eða bara orka dýr, maturinn dýr, það er allt dýrt, allt eru hækka tryggingu svo framvegis. Já, en ég held sko, ef þeir fari ekki að passa sig þarna, þá er bara stutt í aðra búslagabildingu. Búsvaldabildingu. Já, ég heit það fyrir ekki. En sko, maður sér það bara á samfélagsmiðlum að fólk er að vera pirraðar. Bara algjörlega og ég skilur bara mjög vel að þegar ég er sjálfur bara í þeirri stöðu sko og ég sé þetta bara fasteignalánin mínu og ég þurfti að færa það yfir í verðtrygginguna en það breytir því ekki, þetta er algjörlega galið ástand, það er það bara og mér er alveg sama í hvaða búning þetta er klætt. Já. Þetta er alveg glórulaust að við skulum vera að borga hérna yfir 10% vexti á húsnæðislánum. Já. Þetta er híblu okkar, þetta er bara okkar pride and joy sko. Já. Heldur að Jón Sigurðsson hafi gert mistöku að berjast fyrir sjálfstæði Íslands frá dönunum? Fyrir að fyrsta fenguðum alltaf sjálfstæði undir alveg mjög undarlegum kringustæðum. Það bara, þegar við fáum hérna sjálfstæði, hérna 17. júní 1944, það er út af því að sko Þýskaland hafði ekki sjálfstæði. Nei, hérna Danmörk fyrirgefðu, af því að þeir voru hersetnir af nasistólunum. Nú? Já. Byrju, hæ? Já, vissir það ekki? Nei, það vissi ég ekki. Jó, nasistar sem svo þjófara, þeir tóku og hertóku Danmörk í held 1940
41 frekar 42 okay. þannig að þeir voru raunar í yngri aðstöðu til þess að vera þá sem sagt, hvað getum við sagt bara svona móður þjóðun okkar eða eitthvað þeir mistu fullveldi sitt með því að þeir voru hersetnir og kongurinn setturinn af og ríkisstjórnin flúði í burtu til Bretlands Hvernig gáttu þeir á og þá listu náttúrulega bara Íslendingar yfir sjálfstæði sko. Var það bara svoleiðis? Í grunninn, en þetta átti lengri aðdraganda því að við sko fengum fullveldi 1918, 1. desember þá fengum við fullveldi og þá gáttum við náttúrulega ráðum miklu meira en við sjálfur en við fengum sem sagt fullveldi, ég held ég farum kannski örlítið rámt með, ég man ekki hvernig þetta var alveg svona í prinsipinu, en við fengum fullveldið af því að eins og þú segir, Danir voru hersetnir að næstum. Og við notum tækifæri að gáðum bara puttan. Akkurat, og þeir voru mjög ósátt með það. En núna veit ég ekki, þekkir þú það, sko. Ég heyrði að Danir hefðu tekið öll gömul riti frá Íslandi og væru ennþá bara með það og væri ekki búin að skila því. Veist þú eitthvað um það? Já, sko, þessi menningarþjóðnar, þetta er ekki nýtt á nálinni, sko. Þú ferð inn í British Museum, þú sérð alveg, sko, mýkur út af alls konar múmjum og Þeir áttu líka bara allan heiminn þeir náttúrulega hnuplu öllu steinu léttara en þetta er ekkert nýtt í nýlendastefnu Evrópuþjóða að vera að stela einhverju menningarverðmætum, það er alls ekki þannig sko. Ætlum við reynda að fá þetta eitthvað tilbaka? Við fengum eitthvað að þessu allan á sínu tíma, ég man ekki hvort það hvernig það var 1970 eitthvað, ég man það ekki, við höfum fengið heim og þetta var mikið húlumhæð þegar við fengum handritin heim sko, eitthvað að þeim. En já, þetta er svo sem kemur ekkert óvart og mann nýtur úr gósa því þegar maður fer í söfni Evrópu og sjá hverju þau á stóliði. Já, það ekki? Jú. Já, Bretanir, þeir voru svaðalegir, sko. Já. Er það ekki bara stærsta veldi sem hefur verið af öllum? Hefur einhverju náði allan á Bretin með þetta? Já, sko, hann fyrst að tala nasistana, Adolf Hitler, hann leit mikið upp í Bretana sko. Hann vildi alltaf fá þá til fylgislags og vinst og tjöldi sagði hann bara éta skít sko, eðlilega. Það voru samt fúlur út í gott annan og... Já, en hann leit mikið upp til þeirra nýlendu stefnu hvernig þeir náðu að halda þessu saman einhvern veginn, samt bara ekki vera með mikið af herliði og svoleiðis hann í Indlandi. Raunar þetta var Indland og Pakistan áður þetta skiptistu. En já, þetta var sennilega ég hugsa að þetta sé nú stærsta heimsveldi sem mannkynsagan hefur nú séð svona held ég að fara nú örugglega rétt með það sko. Já, Genghis Khan, hann fór nú heldur langt líka. Hann fór nú langt allir hann var nú meira í að slátra fólki. Já. Ég bara hissa að minnist ekki að kaþólsku kirkjuna eitthvað svoleiðis hvort að telst það ekki sem heimsveldi eða? Jú, þeir eru nú Vatikanið er nú land út af fyrir sig það er nú þetta lítið á þannig. Já, þetta er hann að smá blettur hann í Rómarborg en ég veit ekki hvort að þetta flokkaði undir sem einhvers konar þjóð eins og Englendingan og fleiri sko. Nei, en eru þið samt ekki skráðið sem sitt eigið land? Jú, þeir eru með fullveldi og allt. Já, það er alveg stórmerkilegt. Kongan þurfti stundum vera og lúta undir páunum í gamla dag. Já. Það er eitt hérna fyrstu myndast á Genghis Khan, þetta kom upp í hausinn á mér, það er hrottaskapurinn sem var þar. Þeir léku sér að því, sko, Genghis Khan liðið var alveg snarruglað, þetta er líka á tímum sem allt er snarruglað, en þeir reynda að gera allt til að hræða andstæðingarna sína, þannig að ef þú fréttir að því hvað þeir voru búin að gera, þá þetta bara, þegar þeir komu, þá var bara búið að vinna því af hræðslunni og þegar þeir tóku til dæmis eitthvað þorp sem var búið að segja bara, nei, við viljum ekki lúta ykkur og þeir þurfti að hertaka, þá tóku þeir alltaf fanga og síðan létu þeir alltaf leggjast niður og settu svona þykkar plötur ofan á og eins og þessar hérna og síðan settur borð ofan á plötunar og mat ofan á það þannig að þú varst kannski með 2000 manns 3000 manns og búin að leggja þétt saman og síðan plötur á það og matborð og síðan hleyptu þeir hernum til að éta og meðan þeir voru að éta þá heyrðu þeir öskrin í fólkin undir meðan það var hægt að rólega að kremjast undan þungunum spæði villumennskunni þetta er bara, þetta er bilun sko. Já, þetta er algjör bilun en mér minnir sko þegar hann var búinn að sölsa undir sig sko allt þetta landsvæði hérna út frá Mongóli og hann tók Kína og hélt hann eitthvað lengra vestur eftir að hann leiði samt fólki sem þótti mikið nýlunda að iðka sína trú, hann skipti sér ekkert að því skilur, hann var ekkert eitthvað
hann var ekkert að skipta sig í hvernig fólk lifði lífinu sínu, bara svo framalega þau myndu lúta hans boðvaldi, sko. Já, ok. Af því að þau vissu mæta vel að þau myndu nú mæta svona örlögum eins og þú lýstir hérna, skilurðu. Þannig að kannski mjög áhrifaríkt að nota svona, að hræða bara fólk til hérna hlýðni, sko, en já, þetta er mjög merkilegt svona þegar maður að skoða mannkynssöguna, þetta Þá fer maður átt að segja á því að það rosalega gott að vera á lífi í dag. Það villimennskan sem hefur gengið á. Þetta ekki líka það sem við erum að lifa núna, af því að það hefur alltaf verið svolítið svona stríð og þetta ekki bara að fara að detta í lengsta tímabilið það sem ekkert eitthvað svona risa stríð í gangi í mannkynssögunni? Sko, ég verð nú samt að segja fyrir mína parta þegar maður skoða það sem að gangi hérna á milli Ísraela annars vegar og Palestínumanna og í Líbanon hins vegar. Þetta ekki gott. Þetta þessi púðutuna, það að kveikna í henni núna. Já. Og ef Írani fara að dragast inn í þetta stríð þá gæti þetta orðið bara ansi í blóðu þótt þetta sé langt í burtu frá okkur en þá nú annars stríð sem við vitum öllum og þekkjum til að það stríð á milli Rússa og Úkraínu og þetta hefur raun og veru það stríð hefur gert að verkum að Svíar af öllu fólki, eða öllu þjóðum hafa gengið inn í NATO bara ótta við Rússana. Já. Og það ekki þar með sagt að sko Rússanir hafa verið að tala núna bara undanfarna daga og raunum frá því að stríði byrjaði mjög dífubarklega notkun kjarnavopna. En hafa ekki alltaf gert það. Þeir meiri segja sögðu sko þegar við var ekki liðþáðin, við lýstum yfir Jón Baldvin var með sjálfstæði liðþáðin. Jú, það voru hannar Eystrasaltsríkin, það var Lettland, Litáen og Lettland, Litáen og Ísland. Þá koma nú til dæmis og sagði að það væri komin takki á Ísland með kjarnavopn. Þannig að þetta ekkert nýtt á döfinni hjá Rússunum að tala að nota kjarnorkusprengjur. Nei, það sem ég að pæla í þessum efnum að núna Pútín búinn að vera hann vel síðan 2000, hann tók við að Boris Jeltsin. Ég að pæla þegar byrjar að þrengja að honum, að því að það byrjar, stríði hefur ekki gengið eftir eins og hann vildi þegar alltaf hertaka kærnugar bara á nokkur dögum sem gekk ekki eftir. Og núna hafa Úkraínamenn farin í Kursk-héraðið og það hlýtur að vera vaxandi óana með Rússa að það herðkvanningin og þetta byrja að þrengja að þessi viðskiptaþvinganir sem Vesturlönd hafa sett á Rússana. En þegar byrja að þrengja að Pútín, þegar hann byrja að óttast sína stöðu, eða það verður gerð þá einhver hallabilding eða hann verður actually bara óttaslegni því að NATO myndi gera innrás. Það það sem ég að pæla. Já, en má NATO nokkuð gera innrás nema hann ráðist á NATO-ríki? Það ekki bara þá þeir að brjóta lög, alþjóðlega lög? Ég að pæli ef Rússanir, ef það myndi missa takið á rússnesku þjóðinni. Hann búinn að vera þessu gríðarlega, hann búinn að vera lengi við völd, hann búinn að vera lengi hana eða byrjar að þrengja að honum. Já. Svona, maður spyr sig þótt að þeir séu að hóta þessu kannski svona hálfu orði kveðnu en þetta maður að lesa sér til myndi hann gera þetta? Það góð spurning, ég held að sé ómögulegt að vita en núna held ég að þetta sé svolítið svona vestur áróðurinn að Pútín sé orðinn óvinsall í landinu sínu. Þú veist, þetta við erum með Bandaríkjamenn og ég var að vinna á vellinum og það áttaði mig á því bara Norður-Kórea hvað í svona áróðurspulli í sjónvarpinu það voru rosalegir það voru með það sem hét svona cable TV og bara á 20 mínútur fresti á bandaríski fánin skriðdreki keyrandi be a hero og eitthvað svona be one of the equal eða eitthvað svona rosa ræður og maður bara wow, hvað eru heilaþögnir og við erum þetta rosalega influensu frá bandarækjumannum á Íslandi alveg undir gríðalum áhrifum og við vitum miklu meira heldur forsetakostningarna þar heldur forsetakostningarna sem voru að gerast hérna en ef maður skoðar virkilega eins og mótmæli í Rússlandi þarna á að vera mótmæla til dæmis var það ekki í Moskvu mótmæla stríðinu þetta voru bara nokkuð þúsund manns þetta var ekkert sem var látið eins og það væri byltingin hérna út af bönkunum á hruninu, hún var stærri heldur en þessi mótmæli þarna þannig að þegar maður sér þetta þá sér maður þetta ekkert það mikil óana og síðan eldri kynslóðin að því að Pútín máli eiga það þetta land var á hausnum að vera í rústi og þetta var eiginlega bara stjórnað rússnesku mafíunni orðið þarna þeir voru út allt og þeir voru í öllu fyrirtækjum þess vegna voru öllu fyrirtæki á hausnum
Putin kemur hann inn bara með hörku og hreinsar upp landið og rússneska mafían þarf að mörgu leyti bara að fara og hún fer og dreifist Evrópu á þessum tíma og hann byggir upp efnaðinn, hann tekur upp efnaðinn í Rússlandi og byggir á þannig að eldra fólki sem man fyrir tíð Putin og hvað Putin gerir, það elskar hann ennþá daginn í dag og segir styðja hann alla leið, það eiginlega bara unga leið núna sem eru kynslóðunar sem hafa bara alltaf verið þarna og alveg uppi hann, fæðast þarna og eru að koma upp núna og eru ungi menn og unga konur það er svona eina fólki sem að tala á móti Putin af því að það lifði ekki í þessari kreppu sem var fyrir tíma Putins. Já, það er þetta er Sovétríkin þau rinja hérna 1991 og svo tekur við þennan tímabil þegar Boris Jeltsin forseti frá 91 til 2000 og Boris Jeltsin var náttúrulega bara öll að bytta þá í raun og veru voru kannski vestu tímanir sem rússneska þjóðin hefur séð sem slík þegar þetta hrýnur allt en þú myndist á að hann hefur losað sig við rússnesku mafíuna og svo framvegis en málið það sem tók náttúrulega bara við í staði en þá fóru bara aðrir að starfa sagt, undir sagt, með hans umboði það gríðarleg spillingan gríðarleg og ég frétti eins og ólympíuleikarnir í Sochi í Rússlandi, vetur ólympíuleikarnir það voru byggð einhver svona járnbrautarlest sem átt að flytja keppendur á milli svæði, ég man ekki alveg hvernig þetta var og það kostaði einhverja fleiri biljónir dollara skilurðu og hvað það sem gerist og þá náttúrulega verið að nota ofurfé til þess að byggja eitthvað lest eða bara eitthvað samgöngukerfi hérna og þeir stinga þessu öllu í vasan lestin byggð en hún kostar ekki þrefalt meira heldur en hún átt að gera og það er það sem þeir voru líka að sjá til dæmis í rússneska hernum spillingin er það mikil að þegar sagt við kannski einn herðu fara og keiftu 300.000 herrhjálma það bara keiftir einhver herrhjálmur úr plasti veist, þannig virka spillingin í Rússlandi svona í grunninn þannig stingur sér í vasan og eins og Sergei Shoigu sem yfir varnarmálaráðherrann hann býr í einhverju svakalegum veljastingum hann á skíðaskála í Frakklandi og þessi gæjar eru moldríkir út af því að þeir eru náttúrulega vinir Pútins og eru í embætti umboðið hans En hljómar þetta ekki bara alveg eins og vestrænar ríkisstjórnir? Í Bandaríkinn gerir þetta sama. Já, þetta er ekki kannski svo blatantly augljóst. Nei. Fattaru? Þú veist, ég veit nú ekki marga ráðherra sem að sitja í Bandaríkinn sem þetta svo, sem sitja sem sagt, og að maka krókin á þessu leveli. Og Elon Musk sagði nú til að mynda í podcasti held ég á Joe Rogan, ekkert fyrir svo löngu síðan. Það spurði hvernig svo að vera ríkasti maður heims og sagði, ég ekki ríkastur, Pútín miklu ríkar en ég Já, mann eftir þessu orðum Þannig að þú getur rétt ímyndaðar hvað þetta, þú veist, þessi valdaklíka er búin að sanga á sig miklu, og rússneska þjóðin eru svona heilt verið mjög meðvituð þetta Já, en það er einmitt verið að tala Bill Gates og Elon og allt þetta Þeir eru vist bara eitthvað algjöri kettlingar með hann Já, en síðan ferðu og skoðar olíu fyrst að með Austurlöndum Já, þessi gæjar, þeir reyndar þeir eru reyndar bara einhverju allt öðrum veruleika heldur svona flestir skilur Já, þetta Dubai-lið og þetta þannig Katarmaður, þeir eru að drukna peningum Já, þetta er bara Putin og þessir Elon, þetta er bara klink Já, þetta er bara eitthvað klink, ég er alveg sammála þetta er bara eitthvað klink með þessi gæði Já, þannig að það fyndið hvernig við þarna segjum alltaf, þessi er ríkastur þessi er ríkastur, er ekki þetta er bara fjölmiðlar að rugla í fólki alltaf Já og flesti trúa en aftur til Íslands þarna, það er annað það er tvennt sem mér finnst rosalegt sem í gangi núna og þú veist, segir bara erum við ekki á haustnum þegar við erum farin að selja bara heilt fjall það er ekki gott merkjum að Ísland er bara í ruglinu Já, ég var nú ekki búin að mynda með svona sérstaklega skoðuna en ég verði að viðurkenna, mér fannst það mjög skrítið mér ætla að fara að jafna þetta fjallana við jörðu fyrir var þetta ekki einhver malanámi eða eitthvað svoleiðis það er ekki pala Já, man ekki alveg hvað pælingin var en það var mikið mótmælt og það svona fólki fannst þetta bara mjög skrítið að við skulum fara að gera þetta Þetta er bara undarlegt bara Já, það er það Við erum á einum tíma, tala hvað við erum stolt af náttúrun okkar og bara varðveitum náttúrun og síðan bara seljum þetta fjall þetta er svo mótsagnakent við stefnu Íslands eitthvað Já, þetta er mér fannst þetta eitthvað skrítið og svo meikaði einhvern veginn ekki businessin einhvern veginn sens en ég var nú ekki búin að fara einhver
grundigt í það, þú veist, hvað pælingin sko. Nei, ég var að leita að einhverju upplýsingum tíma þetta kom og maður fann heldur ekkert alveg upplýsing. Hvað eru að fá borga mikið fyrir þetta? Hvað tekur þetta langa tíma? Þú veist, og hverju standa að þessu? Það ekkert, þú veist, þetta manni finnst það vera skítalíkt að þessu. Það svona, þá komum við aftur á spillíkuna. Hvað anskatanum gangi og hverjum var múta fyrir þetta? Ég nefnilega á því, Jari, að þar sem fólk, þar spilling, það bara mannlegt eðli, það alltaf eitthvað spilling á einhverju gráðum, alveg sem að hvort þú vilja viðurkenna það ekki, sko. Og síðan annað mál, það ekki, hvað heitir það, Carbfix, var það ekki, hvað, ef að breyta Íslandi bara í eitthvað evróst klósett með þessu, eða... Já, þeir alltaf flytja þetta og setja sem svo koltvísýringin honi í jörðu, og hann á bindast þar eitthvað við bergið eitthvað svoleiðis. Þetta mest að kjafta þessi heilt. Já, við vorum ekki búin að fjalla þetta, það var reyndar annar blaðamenn sem tók þann bolta, en þegar ég las þetta yfir og ég alveg, þetta meikar engan sens, eru við sem sagt að fara að taka koltvísýringinn eða við getum kallað þetta skítinn bara frá öðrum Evrópuþjóðum, við erum að fara að setja hún í bergi hér og ég minnir endilega þetta, þú veist, sko, aðstæðan eða verksmiðjan eða hvað þú vilt kalla þetta, kostar fleiri milljarðar að byggja þetta upp og Reykjavíkurborg allar að standa ströma þessu. Já, mér minnir að það er Reykjavíkurborg og einhverju fleiri en þetta bara, ég veit ekki hvernig þessi business getur meika sens, sko. Þetta bara ein vísbendingin að landið á haustnum fyrstu viðkynna þetta. Ég meina, fyrir mér þetta þú lítur á landokortið, þá erum við bara að eiga langt frá öllu. Þannig að þetta langt best að dömpa öllu niður hérna í staðan fyrir að dömpa þessu annar staðar og síðan lígur bara að þjóðinni bara, þetta henta svo vel hjá ykkur. En einu sem ég sé bara staðsettingin af því að við erum svo langt frá öllu og þetta setjum við allt niður hér og þá bara kemur drullan upp aftur og yfir. Það er bara einhvern veginn náttúrulega lögmál að maður hugsa röksemd að þú treður nógu miklu ofan í jörðina og hlýtur að leita upp aftur. Sko, mér brestur algjörlega þekking bara hver pælingin en mér skildist það eins og ég segi að þetta eigi að vera við að dæla koltvísýringnum niður í jörðu og hann að bindast við og það og vera svo náttúrulegt heldur en að láta fara upp í lofti. Það svona grunnpælingin. Já, eins og ég sá þarna var að bergið henta svo vel fyrir að halda hann niður og brjóta niður með tímanum. Þetta bara meikar ekki sens fyrir mér. Það bara, það kemur bara svona við. Það fleiri. Já, og þetta ég að tala af hverju erum við ekki að mótmæla þessu? Og veist, það kemur eitthvað, nei, við viljum þetta ekki á eitthvað Facebook statusar sem enginn les af þessu fólki sem ræður þessu af hverju fyrir ekki niður á Austurvöll og gerum allt brjála, tökum frakkarna til fyrirmynda eða eitthvað, það þarf að gera til að kveika í þjóðina, því að það enginn Íslendingur sem vill þetta. Nei, en sko mótmæli, þau eru nú bara runnin þetta rifja með þetta kemur niður á veskjunni hjá fólki, í alvörinni, hefði verið sagt, herru, það karfiskskattur settur á hérna á alla skilu og þá eru náttúrulega allt brjálað. Fattaru, en eftir þessi stendur að ég skilja bara mjög vel að þetta meikar enga sens og ég manna þegar við vorum að fjalla þetta upp í Morgunblaðinu þá meikar þetta ekki sens, við bara reyndum samt að reyna að fara að skilja hver pælingi, hvað það ætla að gera og það voru 10 eða einhverju fullt af einhver samstæðaðalum og þetta verður allt frábært og þetta er svo grænt en eftir þessi stendur þú kom með fucking skítiðin og ert að dæla núna og gjörðu hér, skilur. Það bara closet Evrópi, það bara breyta okkur í closet, það bara Evróst closet. Já, en svona face value það þannig ekki, það bara að vera að koma með draslið ykkar og þeir ætla að dæla núna og gjörðu hér. Það sturtaði niður hérna, það bara, mér líst ekki á þessa þróun, sko, og við þurfum að fara að gera eitthvað í ríkisstjórnunum fyrst eru fannar að gera þetta, selja fjall og koma með eitthvað svona Carbfix vitleysu. Ég trúi ekki að þessi ríkisstjórn haldi velli með svona vitleysu. Með það var nú gott myndist og það var að ég held að ríkisstjórn muni springa bara núna á allra næstu dögum, sko. Já, ég var að lesa hérna í dag að Svandís Svavarsdóttir, hún sem sagt hún ráðherra Vinstri grænna og sækist eftir formennsku Vinstri grænna sem hafa verið að mælast undir bara undir 5% með 3,7% í síðustu könnun sem þýðir að þeir ná ekki mannin og þing og svo var hún spurð út í að hvort það kæmi til greina þar að segja þegar þessi flokksfundir eru haldnir að þá eru bara lögð fram sem sagt eitthvað svona málefni sem var kjósum og þá bar það einmitt á gómar hvort það ætti að sprengja ríkisstjórnina þar að segja svo úr þessu ríkisstjórnarsamstöðu með Framsóknarflokknum og Sjálfstæðisflokknum og hún var ekkert að neita því skilurðu að því að þeir mælast bara svo illa og það verður kosið núna í voru næsta ári og ég held að þeir muni sjá sinn hagi því Vinstri grænir að því að þeir eru bara þurrkaðar út af þingi að þeir muni sprengja ríkisstjórnina. Örþrifa ráð. Akkurat. Já,
það væri sniðut eins og það hjá þeim núna því að eins og ég trú ekki að ykkur kjósi Vinstri græna, ég meina getur ekki eins og treysta á flokksmaðurinn klári kjörtímabilið, þannig að það fór rosalega fyrir brjóstið á mörgum að hún fór úr því og bauði sig fram. Hún Kata? Já, það var það og ég sá það var allt vitlaust á netinu út af þessu, ég kýsi aldrei Vinstri græna út af þessu aftur og hún skulle leika þetta. Hvað heldur hún að vera að hugsa þarna? Heldur hún að vera alveg vongóð og hún væri kosin? Það voru það allir. Eða það? Já, ég man að bara þegar við vorum að tala þetta upp í Morgunblaðinu, þú veist, þegar við vorum bara að borða á eitthvað svona, þá bara, Kata allar bjóði sér fram. Það kom sér ekki óvart að þegar var búin að vera kveittur það lengi. Okay. Og svo þegar bara leið á kosningarnar og svo bauð Baldur Þórhals og Jón Gunnar og Halla T og fleiri bauðu sér fram og það var alltaf svona konsensusin allan á milli okkar að Kata myndi bara taka þetta. Af því hún nýtur sem sagt mikils fylgis, svona persónulega fylgis á meðal eldra fólks sem eru miklu líklegri til þess að fara að kjósa heldur en yngra fólki. Það hefur alltaf verið þannig, sko. En svo bara kom þá á daginn að mér minnir að Kata var Katrín Jakobsdóttir var með 25,7% og Halla Tómas með 35 eða eitthvað svoleiðis, eitthvað álíka. Og þetta kom alveg gríðarlega óvart að munurinn var svona mikill. Já, ok. Það var nú margir endar, eins og ég sá á samfélagsmiðlum að það var margir búin að tala að hann væri bara búin að selja sál sína til Sjálfstæðisflokkins og þess vegna vildi fólk ekki styðja við hana. Já, það eru margir sem segja að hún hafi verið sellátt fyrir þessa Vinstri græna hugmyndafræðin en málið eins og ég horfa á þetta þegar hún búin að vera lengi í stjórnmálum, hún Katrín Jakobsdóttir og fleiri, að þú búin að vera lengi í stjórnmálum þá viltu náttúrulega koma til áhrifa. Þú vilt gera og koma þínu stefnumálum, þíns flokks og þínum hugarefnum, þú vilt koma þessu til framkvæmda og ef það kostaði náttúrulega það að hún þurfti að fara í ríkisstjórnarsamstarf með Bjarna Benediktssyni og var líka að taka fram að hún og Bjarni eru búin að vinna lengi saman þóttu við sjáum ekki endilega í sjónvarpinu þau eru örugglega ágætis vinir þrátt fyrir að þau hafa ekki sömu lífskoðanir. Flestir þarna eru góðir vinir. Já, við skulum alveg átta okkur á því en hún allavega, þeir segja við henni okkur þú færð forsetaráðuneytið af því að hún nýtur mikils persónulegs fylgis og fáið matvælaráðuneytið og umhverfisráðuneytið og eitthvað sem var svolítið svona eftir þeirra stefnu þannig að ég skil það alveg og hún gerir það af því að til hvers að vera í stjórnmálum eða þú ætla bara að sitja í stjórnarandsstöðinu og vera bara fúll og segja allt sér glatað. Já, en sveik hún ekki sína eigin stefnu þá svolítið, það svona það sem hún var að berjast fyrir að stefna máli sín með því að gera það. Það augljóslega, af því að þeir mælast bara með 0 og ekkert, sko, það er bara með mjög lítið fylgi, ég held að svona kjörfylgi þeirra hefur verið milli 15 til 18%, þeir eru 3,7%. Það er bara óánægjan, það er að segja Vinstri græni sem kjósu Vinstri græna, þeir kjósa fremur núna samfylkingar sem mælist með 25. En það er alveg skiljanlegt að því að ef þeir kjósa Vinstri græna og kjósa á þetta ákveðinni stefnu sem er ekkert fyllt eftir og eiginlega bara seld til sjálfstæðismenn og sjálfstæðismenn bara ráða og auðvitað, okkur á að vera að kjósa það aftur þú ert búin að missa allt traust. Það er raun og það sem er að gerast og mér minnir að það voru allan 2 þingmenn Vinstri græni sem sögðu svo úr flokknum út af þessu. Við erum bara sell-out. Þetta er ekki, ég fór ekki flokki til þess að standa fyrir þessum málefnum og til að mynda er búið að vera mikil styrum útlendingalöggjöfina og sjálfstæðismenni hafa nú verið að berjast fyrir því að herða hana og gera til dæmis málsmeðferðarnar skilvirkari og þetta hefur farið mjög illa í þá Vinstri græna og þetta var alveg mjög sérstök staða sem kom upp hérna daginn það átt að vísa þessum dreng hana sem hjólastólum, já, það var alveg gríðarlega sorglegt mál en mér skildist að Guðmundur, sem sagt, ég man ekki hvað svona Guðmundur, hann er ráðherra Vinstri græna hann hringir Svandís Svavarsdóttir sem er raun og de facto leiðtoginn hérna Vinstri græna, hringir Svandís Svavarsdóttir til þess að stoppa að flytja þessa fjölskyldu á brott þennan strák og foreldrarna Svandís Svavarsdóttir, hún hefur samband við Bjarna Ben og segir við Bjarna Ben og þú verður að segja við hérna Guðrún Hafsteinsdóttir sem er dómsmálaráðherra þú verður að segja við hana að stoppa brottflutning og Bjarni Ben, hann gerir það og Guðrún Hafsteinsdóttir gerir það sem stoppar lögreglu af og þetta var henni algjörlega þerrt í geð að gera af því að hún er raun og að brjóta lög af því að það er búið að úrskurða það eigi að vísa þau að brott þá mega ráðherrar ekkert fara að hlutast til í þeirri ákvörðun eða þeim úrskurði það má ekki þetta er nefnilega orðið fólk finnst þetta mjög sérstakt að þetta var gert svona
þetta var undarlegt, en fyrst að segja það, þegar brjóta svona lög eins og hún gerði klálega í þessu tilviki, eitthvað refsiverð við það? Þarf hann einhvern veginn að taka ábyrgðaði? Pólitíska ábyrgð kannski, mögulega og kannski myndi umbóðsmaður Alþingis einhvern veginn taka með fyrir að segja bara, herru, ok, þetta var ekki lagi en nei, ég meina eina ábyrgðin sem eins og ég sé, svona fljóttarlitið væri þá einhvers konar pólitíska ábyrgð segja þér eða eitthvað en þetta er mjög, mjög skrítið að þetta er gert svona ég man ekki fljóti bara að þetta hefur nótt en verið gert svona. Nei, þetta er allt undarlegt og maður voðalega sko tvíhliða þegar kemur á svona innflutningi ég meina það er hafsjór af börnum sem þurfa hjálp og eru aðna í bara algjörlega og maður myndi þetta vilja bjarga heimnum en á sama tíma ef við tökum alla fjölskyldur sem þurfa á aðstöðum að halda geta ekki unnið þá þetta hrýnum bara kerfið þarna á endanum að segja sér sjálft einhvern veginn sko þegar við erum að tala þetta er gríðarlega viðkvæmt og ég skilur að við erum báði feður legum börn og maður skilur þetta fólk sem vil koma hingað og er að leita betra lífi en við verðum að eiga húsnæði, við verðum að eiga fjármagn, við verðum að eiga peninga og þetta fólk sem kemur hingað er oft með hvað maður segja með eitthvað tráma og svo framvegis og þetta er búið að leggja mikið á þetta fólk sem er að flýja landið sitt sko. En eftir þessi stendur það verður samt að taka umræðan þetta sama hversu sár hún er og sama hversu ósangjur hún kann að vera líka og það verður að vera en eftir þessi stendur að það eru bara ekki til nógu mikið peningum nógu mikið, bara ríkið á ekki nógu mikla peninga til þess að taka þennan málaflokk og segja við alla, það er allir velkomnir og það er allt til að segja það en þú mátt ekki segja það verður bara alltaf vitlaust og þá kemur fólk bara vistu til nóga peningum og við þurfum að taka peningana frá útvegs sjávar eða eitthvað sama hvað það er og ég held að þetta fólk þetta pirrar mig svo rosalega oft þetta fólk bara trillist og nei, ég vil ekki hafa neginn landamæri bara hleypum öllum inn, glæpamunum öllum skiptir ekki máli, skoðum engin vegabref ég er rosalega á móti því þú sér það eins og með Schengen-samstarfi sem þýðir að sem er partur af þessum EES-samningi og núna hefur verið fjallað hvernig glæpasinnan er orðin hérna á Íslandi hún er bara þá reikin af einhverjum segir sagan albönskum glæpahópum og ég er nú ekkert að tala niður á þá en jú, það eru vissilega kostur og gallar sem fylgja því að hafa opin landamæri en það breytir því ekki umræðan þar samt að þessi stað skilju, og það verður að vera hægt að fjallum þessi mála á þess að vera útrópaðar einhver útlendingahattari eða rasisti Já sko nú og ég er nú búin að tala það í podcast-þáttunum og þú þekkir mig alveg sko og veist við hengum þarna saman þegar við erum tvítið en síðan fer ég mína leið í lífinu og þú fer þína leið í lífinu og ég fer alveg á kafi það sem fólk kallar undirheimana og svona og þannig að ég sá bara frá mín megin augum hvernig samkomulag breytti undirheimanum í Íslandi það var gríðarlega breytingar þegar þeir byrja að koma þarna inn þeir til dæmis komu með svo miklu hörku að við Íslendingarnir við þurftum að bæta hörku í okkur við vorum bara í svona grunnskólaleik áður en þeir koma þarna að því að þegar þeir koma með hörkunni þá þurfum við að mæta hörkunni þeirra þannig að á mjög stuttum tíma þá breytist það umhverfi frá því að bara svona berja þær hressilega jú, það var einn og einn geðsjúklingur sem gerði eitthvað það var ekki mikið það en núna það verður bara að gera það er bara hlut á leiknum og síðan núna er allir svo dofnir fyrir því að það bara þykir eðlilegt í dag og þetta er bara samkomulag sem breytir svo mjög fljótt yfir þetta Já, það sem þeir gera þetta var ekki svona skipulega glæpa samtök þetta var Svendi Tönn og eitthvað svona þetta var ekkit eitthvað svona skipulega þessi gæjar eru mjög skipulegir þeir eru bara með, þetta er bara rekið eins og fyrirtæki þú gerir þetta, ég stjórna þú ert hérna hægri höndin mín og þú séð þetta svæði þetta var nú ekkit beinlinnis hérna það var ekkit að vera að bítast ykkur götuhotn hérna eins og þetta var bara einhverju vinahópar græða skjótan gróða þetta var raun og veru þetta var ekki nándanari en skipulagt og þeir eins og sagan segir allan að þessi Albanir hafa komið með sér en það hafa vissulega þannig þetta búið að breyta miklu og sérstaklega með tilkomið þessar hvað heitir Telegram og svo framvegis og ég hef heyrt að þannig að fólk getur bara nánast panta sér á öllum tímu sólarhrings hvaða efni sem þeim listir sko. Þú getur það, mjög öðvöld þú kannt að gera það og unga fólki gera það
Þetta aðgengja fíkninu var ekki til þegar við vorum aldrei, í gamla dag fyrir samkomulagi þá til dæmis kom alltaf þurrkur hérna og það var gott fyrir þjóðina því að stundum það bara fekst ekki fíknefni og hlúðust allir í meðferð og svona já, fór allir í meðferð og síðan var fólk búið að vera edru í smá tíma alveg ég ætla að halda þegar kom loksins aftur eitthvað fíknefni segir maður loksins en þegar kom og þá var fólk bara ég er búin að vera edru í smá tíma ég ætla að vera edru aðeins áfram þannig að það er mjög gott fyrir þjóðina en síðan kemur þetta opnuðu landamærum svolítið hérna og það hefur bara ekki verið þurrku síðan það er bara allt fljótandi og það löggan hefur nú talað út af þessu að það bara þetta flæði og þetta er líka svo skipilegt ég vil gera grína að þeir eiga markaðinn út af einni ástæði útlendingarnir það var að því að þegar að þú varst að reyna að redda í fíknefninni gamla dag þá þurftur að fara vestur í bæ hérna í Vesturbæinn og ná í eitthvað þar og síðan taka strætó aftur upp í Grafarholt eða hvar sem þú áttir heima sko. En sér kemur útlendingurinn hérna og þeir skuttla alltaf heimdi bara miklu betri þjónustu Íslendingurinn gerir þetta ekki þannig að ábreið einu ári þá voru þeir bara konum í markaðina því að það vildi allir fá skuttla heimdi sín í staðinn þetta er einu ástæðan fyrir að þeir tóku svona fljótt yfir en jú, voru væntanlega bara með mjög góð efni líka en það var helst heimaþjónusta. Já, það er algjörlega þannig og þetta er það sem er búið að breyta svolítið gríðarlega mikið, þú veist, það er bara hvernig, þú veist, fíkniefnaheimurinn bara virkar í dag með það sem áður var. Já. En þessir Albanir, þeir eru ekkit eitthvað stórtæki bara hér, þeir eru víst bara einhverstaðar, þeir eru allstaðar Evrópu og þetta er orðið bara viðverandi bara vandamál hjá sumum þjóðum. Ítalíu og Þýskalandi, ég hef að heyra að Þýskalandi vilja nú ekki helst skrifa upp á vísa fyrir það lengur sko. Nei. Það er bara að því að það búið að vera ekkert nema við sem það þar sko. Já. Það er, en... Úr einu annað. Já, þetta alveg, við tókum uppi þarna, en sko, en annars, og ég var nú gaman að heyra hvað þér finnst það sko, það er eins og þetta er rosalega róttæk hugmynd að löglega fíkniefni því að við virðumst vera búin að missa tök á þessu það er langt síðan sko, af 18 ára fíkniefnalaust Ísland árið 2000 en nú er þetta bara flæðandi og hver einasti getur reddað sér fíkniefnum í dag ef við ætlum að gera það bara á Telegram eða eitthvað það er svo auðvelt og við einhvern veginn við lifum svolítið stingum haustum í sandin þetta er svona veruleiki sem við ítum til hliðar viljum láta eins og hann sé ekki og þá er ég að tala fólkið sem kannski sem er örugglega bara í orðinni minnihluta í dag sem á aldrei neitt fíkniefna að því að nú eru bara þetta staðurinn sem ég veit, nú eru íslenski dómarar að fá sér í nefið á djamminu ég hef ekki heyrt af því en halda fram og ef löggan ætlar að koma og reyna að veiða með hvað íslensku dómarar þá var ég að ljúga þessu en þetta er ótrúlegt fólk sko og fólk myndi missa andlitið það myndi vita og ég bara það sem við köllum snitsrottur sko ég verð það aldrei, þannig ég mun aldrei nafngreina neitt veit alveg kannski núna akkurat ef einhver er að hlusta það núti á svitnuðu sumir, bara oh my god ætlar hann að segja ekki segja nafnið mitt ég mun aldrei gera það það er ekki fræðilegur en ef fólki vissi það sem ég veit það myndi þetta er merkilegt fólk, þetta er fólk sem stjórnar samfélaginu og þetta er fólk sem sér í sjónvarpinu þetta er fólk sem skarar fram úr íþróttum þetta er alveg merkilegt sko og síðan þetta gríðalega magn hvað er það daginn sem hann tekið 100 grama kókaini sem á það eftir að setja út í vantarlega sem breytist að 200-300 gram sko og þetta er ekkert einhverju dópistar sem er að kaupa allt þetta magn þetta er bara þjóðin þannig að þetta er orðið bara söluvara eins og áfengi á Íslandi og þegar við gerum eitthvað grein fyrir þá finnst mér mun betra að við setjum þetta í ríkishendur og setjum þetta á sölustæði eins og apóteka eða eitthvað svoleiðis eða búum til eitthvað svona sem með góðri öryggisgæslu og í staðinn sko þá skilur þetta gríðalögum skattekjum inn í ríkissjóðinn sem ég finnst að ætti að eyrnamerkja bara í að fara í hjálpastarf að hjálpa þeim sem eru í fíkniefnum að komast út úr bæði betri meðferð og úrræði og síðan eftirvinnslu bara helst næst ef þú fer í meðferð þá getur þú valið það að vera bara í umsjáðu næstu 3 árin jafnvel, allt út frá skattpenningum þessu og ná það, þá er þetta fár efni sem er ekki með terpentínu eða bensíni og eru illa gerð sko, og valda þannig
nýrnabilun eða lifrabilun heldur, þá færðu bara almennilega efni, hrein efni frá ríkinu og síðan þetta setja þannig að þú færðu bara í skömmtum, þú færðu ekkert meira heldur en kannski 0,5 gramm á dag eða eitthvað svoleiðis, skilur, þú getur aldrei keypt 5 gramm í einu og overdosað. Þannig að mér finnst það mun sniðugra heldur núverandi ástand að þú getur bara pantað einhvern viðbjóð heimtíðin og veist eiginlega ekkert hvað þú ert að setja í nefið þær og hvað það er búið að eitra með hvað, veist eins og þeir eru að setja strikni sem er rótteitur til að ná blóðflæðinu upp, blóðþrýstingnum, svo það virki betur á því og veist það svona efni eru auðvitað laus við það og allan annan viðbjóð. En ég veit að fólk er rosalega á móti þessu en ég sé ekki fram á það að fíkniefni eru að fara að hætta meðan að eftirspurnin svona mikil þá verður flæðið svona áfram. Sko, ef ég skil þessu umræðu rétt, það er að segja vera að tala að afglæpavæða sem sagt fíkniefni. Það er sem sagt að vera að afglæpavæða neysluskammta. Að þú tekið með 1 grasbút, hassbút, 1 stykki, það er allt í lagi. Þegar yfirleitt eru þetta alltaf sömu aðlir sem eru teknir með þetta. Þetta fólk sem bara út að þjást. Þá afglæpavæða það að Píratar hafa meðal annars talað fyrir því. Það gengur ekki upp að það sé endalaust að vera að taka þetta fólk aftur og aftur þegar það er að glíma við fíknivanda. Það þýðir ekki að vera refsað aftur og aftur, svo náttúrulega hengist þetta allt saman og þetta vera margar ára dómar. Og það er það sem ég hef allan að skilja umræðuna með þessa afglæpavæðingu. En sko, það sem hefur alltaf verið talað fyrir því að gefa þetta bara, segja bara, við erum búin að tapa stríðinu, þetta er bara búið. Við skulum bara þú getur bara stofnað fyrirtæki og þú getur bara verið og staðið í þessu eða ríkikjör eða hvernig sem það er. Af því að við viljum ekki sko normala lísera eins og þau segja hérna gánungarnir að við viljum ekki segja við til dæmis eins og börnunum okkar að þetta sé eitthvað eðlilegt ástand að þú setjar falast í fíkniefni. Það getur verið margar ástæður fyrir því. Þetta er þverskurður á samfélaginu eins og þú lýstir hérna fólk sem er að nota fíkniefni. Ekkert endilega á daily basis en er að gera til þess að gera sér glaðan dag eða á tyllidögum eða hvernig sem það er. En sko besta vörnin gegn þessu, alveg eins og var gert með reykingar á sínum tíma, það eru forvarnir. Það er að segja bara að þetta er ekki í lagi, þetta er bara ekki í lagi og sér að gera þetta. En ekki vera að grípa alltaf sama fólki sem er að þjást á fíknisjúkdómi og segja bara, herðu, þú ert tekið núna með 50 sinnum í röð einhver smáskammta af þér. Og þetta kostar, þetta er sakakostnaðar, það þarf að dæma þig, þetta er gríðarlega dýrt að draga eitthvað fyrir fram að dómara. Skilur við og hafa svo í fangelsi í einhver tíma bara fyrir einhverja neysluskammta skilur við og ég er fylgjandi því að segja neysluskammtani sérstaklega af því að það er alltaf sama fólki eins og það er það sko. Já, það er það sko. Og löggan líka, hún situr svolítið fyrir þeim og það er bara þannig að þeir ekkert að fara í fínu partíin þótt þeir viti að kókaini í fínu partíunum að fara samt að það geni, en síðan kemur eitthvað kvartað undan háa þarna í Breiðholtinu við þekkjum ykkur hérna og við getum handtekið ykkur að því að þeir góðkunningi lögreglunnar þeir eru í lægri stéttinni en síðan fara þær upp í síðan bara Garðabæ og þá bara varu til að laka þess í græðunum og síðan fara þær í burtu það er alveg fólk fer, sko, ég veit nú ekki hvort að lögreglan gerir þetta alveg fatt alltaf að taka fólk í magreininga álit en já, svona ætla mætti en þessi barátta svona heilt yfir töpuð alveg sama á hvernig þú horfur á þetta face value bara þetta er sko, ég þekki það bara eigin reynslu og ég er á Kópavoginum það var nú einn frægur lögreglumaður sem var hérna í Kópavoginum og hann féll nú frá hérna ég ætla nú ekki að vera nafngreinan en við vorum nokkrir hérna í Kópavoginum sem komum á svona svolítið þannig heimilum og við vorum bara teknur ef það gerist eitthvað hérna og það var bara reynd að klína á okkur það voru bara ég ætla ekki að nafna hérna strákunum en þetta skipti meira máli hérna fyrir lögreglun á þeim tíma að frekar að loka málinu til að væntanlega fá stöðu að eitthvað heldur en að ná rétt aðalunum bara tökum þessu ógæðubönnina og klínum þessu rusli á þau eða þeir bara verið bara í vissir í sinni sög að ógæðubönnin það er engin annar sem gerir svona hluti og þetta ég þekkti alltaf hérna strákana og sem var að peka upp og við tölum þetta og enginn á okkur var að gera þessa hluti samt var alltaf verið að handtaka okkur og tróða þessu á okkur alveg haldin eru stöðu lemjandi borðið þeir brutur lögin aftur og aftur sko ekkert haft samband við foreldra á neitt sko þetta voru aðri tímar sko þetta voru aðri tímar það er alltaf sagt það og ég virkilega vona það en ég reynda lendi nú í einu atrið sem var rosalegt og ég er svo langt síðan að ég lendi eitthvað almennilega í löggunni undir þessu kringustæðum það er svo langt síðan maður snýri við blaðinu þannig síðan
og var í þessu, með þessu brjálæðingum en ég fór í partí og það var niður í bæ og síðan heyrði ég eitthvað stelpu vera að tala það og hún ætti heim í Kópavogi og síðan var hún að tala að hún var að fara og ég eitthvað, herri, þarna ert þú að fara upp í Kópavog? Hún alveg, já, herru, hvernig ferðu? Ég er á bíl, má ég fá farið að þér? Ég er á heim í Kópavogi, er það á miðstöðinu? Og hún alveg, já, og þarna frábært maður, þarna er ekki saman að þú rullu með þér? Hún bara, ekkert mál. Og ég þekki þess að stelpa ekki neitt, sko. Já. Síðan fyrir við upp í bíl og hún byrjar að keyra, síðan kemur löggan og byrjar að setja ljósin af og hún er bara, fuck, ég alveg, hvað, ertu ekki edrú? Nei. Og sem bara setja það beltið og gaf bensinni í bóð. Þannig ég var bara, oh my god. Og hún keyrir eitthvað, nær eitthvað að keyra og síðan fer hún út í eitthvað kant, lítur á mig, hluftu. Og einhvern veginn bara svona, maður er svo vitlaus, gamla eðli, þegar ég var búin að fá mér í glas þarna og gamla eðli, einhvern veginn bara, já, byrja að hlaupa með henni nema hún spretta alveg í burtu en ég er svo gamall, ég get ekki hlupið neitt þeir náðu mig svona, sko, það er fanta formið í dag, sko. En venjulega í gamla dag þegar maður hljóp undan löggunni þá komum við bara og spörku löpunum undan kannski að því ég er gráðari núna eða eitthvað en kannski ekki voru alveg svona gráðari þá þegar þetta gerist en það sem komur óvart þarna er hversu kurteisir voru það er og miklu svona meira mannlegt og ég talaði við þá þarna meira svo það sko og þarna bara voleiri og almennilegir og eitthvað og þeir bara já það er búið að taka allt hérna gegn og þannig að ég verð nú að gefa einn kredit þarna í gamla dag þú verður bara sem tilvíð sem vera lamin bara fyrir að reyna að laupa í burtu sko, hefur lendið að vilja svo löggu og talandi það sko, það var annað atriði breytti tímar sko á að vera að halda upp á 20 ára afmæli á Sportcafé gamla daga og þá kemur sko lögga labbandi þarna inn og það labbar út aftur og síðan komur 20-30 lögreglumenn inn og þetta við vorum með staðinn til að byrja með sko og síðan seinna kvöldið er búið að opna fyrir almenning þegar löggan kemur þarna og þeir segja við einn af okkur kota með okkur og hann segir bara já, ekkert mál, sækja jakkan og þá er bara öskrað þeir eru með mótor og þá bara kylfur upp og bara landir og við vorum landið fyrir framan heilan skemmtistað og það var fjallað í blöðunum og allt sko og við reyndum að kæra þetta en það gekk ekki neitt, þetta var allt fellt niður auðvitað og það var nú einn sem var nú frægur sem var helst með kylfuna, það voru búin að heyra að hann var fallega stökkari, algjör adrenalinfíkill sko og hann var vist búin að gera þetta bara reglulega en þetta er vist erfiðar í dag að heyri og ég ætla virkilega að vona það að löggan síðan er búin að taka sér til og þetta komast ekki með þetta lengur sko. Ég hugsa þetta sé nú bara eins og öllum öðrum vinnustöðum að það sé nú svona misjafnt söður og svarti söður bara allstaðar sko, það skiptir svo sem engum máli hvar það er og það hefur nú alveg borist fregnir reglulega að lögreglan hafi verið með full harkaleg þegar hún hefur verið að handtaka fólk sko. Já. En ég held að svona heilt yfir þetta mjög vandtakla starf þeir mega til og með ekki fara í verkfall. Nei. Þeir hafa ekki verkfallsrétt þessi stétt og þetta er, segi sagan, illa borgað fyrir vaktir og með svolítið svona þessu tengdi svo þessi mjög sorglega mál hana sem var hann í Krýsuvík og það var einn hana held ég formaður landssamband sem var formaður eða formaður í landssamtökum lögreglumann eða eitthvað álíka hann kom einmitt í fréttunum og var að segja bara lögreglumenn varu bara að brenna yfir Ég skilði alveg vel sko Já, ég meina að þegar maður svona horfið til þess ég hef nú aldrei hlupið undir löggunni ég hef nú kannski ekki verið svo óþekkur en þótt að ég var nú ekkert eitthvað svo stiltasti hérna á einhver árum og allt það en þetta er vantakla starf samt sko og ég geti nú alveg trúa því og ég myndi nú ekki vilja vera þarna í framvarasveitinni sem mætir á svæði og sér hana til dæmis barn. Nei, það er sko, ég hugsaði þetta daginn sko og ég reyndi að tala við á sínu tíma það voru vinir mínir sko, voru alltaf bara helviti svín og eitthvað svona, þú veist, blóta lögreglunni og ég sagði oft á móti þeim bara, þú veist, fyrstilega viltu búa í ríki sem er ekki lögregla, við þurfum á lögreglunum að halda og í öðru lagi þá komaði með, já þeir trilltust hérna og þú veist, niður í bæ og eitthvað og þá reyndi ég nú reyndar að segja þeim ofta, ok, ímynda þú veist búin að koma heim til eitthvað pars, það er dáið barnana, segjum að sé hálfsás gamalt þá þarftu samt að taka niður skýrslu það er bara hluti af starfinu og þótt að ekkert saknæmt það átt sér stað þá verður þú samt að taka niður skýrslu til að útiloka það
og ímyndaðir aðstæðunar og tilfinningar rússebanan að tala við foreldrana bara til að gera skýrsluna og svona hálfgir yfirrisla eða spjall bara hvað gerðist og síðan ferðu bara annað útkall og þá kemur kannski að nefbrotni konu og maðurinn búinn að berja hana eða eitthvað barnanýðingur sem var að nást og þú mátt ekki lemja hann skilur og þetta safnast allt upp sko. Þetta er það sem við þurfum að glíma við þessu lögreglumenn, þeir eru algjörlega hetjur að takast á þetta, ég gæti þetta ekki. Nei, ég hugsa að það er ekki margir sko, svona ætla mætti ekki margir sem endast eitthvað lengi í lögreglunni svona að vera óbreyttur lögreglumæður sem er að fara inn í svona aðstæður, koma að svona aðstæðum, koma að látna fólki og alls konar og það verður einhver að gera þetta, það verður einhver að taka boltan og það verður einhver að koma einhverju til hjálpar. Já. Og þess vegna þú veist, ég bara svona hjósoldi eftir þegar við vorum að tala lögguna hann var einmitt að tala þetta voru bara að brenna yfir, þetta búið að vera svona marga ítrekkað, núna þessar stungur og það víst að unga fólki minn hífa og þetta ábyggilega mjög erfitt á sálina að þurfa að glíma við þetta og kalla þetta starfið þitt sko. Já, það tekur væntanlega á sko. Ég hef heyrt að þeir megin og ég veit ekki hvernig lögin virka þannig, megin og ekki mikið tala starfsitt opinberlega. Nei, þeir mega það ekki. Nei, og það sko, við vorum alltaf með getgátur af það, því þetta nú rannsóknarlögreglan og ég meina, ef þeir maður ætti gera það, þá myndi þeir bara tala hvað ríkisstjórnin að gera og alla spillingunum þar. Og það myndi sem margt koma. Það svolítið önnur umræða en ég skilði þig. Ég nefnilega þekki einn annan sem var háttsætur á lögunni og við tölum oft saman sko. Og hann sagði mér ef fólk vissi bara veist, hvað að gera þarna á ríkisstjórninni og hann var nú hluti af teiminu hann var ekki Björn hann leynideildin á sem má nú ekki mikið tala sko. Leynideildinni? Já, það verður ekki heyrt leynideildina var hann ekki, hvað heitir hann Björn Halldórsson eða hvað, maður nú ekki nafni ég svo lillur, hann með þessi tikkugliru þarna en það er leynileg deild hjá lögreglunni meira svo konarnas fari ekki að vita hvað hann er að gera hann hverfur stundum bara í og er þetta svona CIA eitthvað svo leiðis það er nefnilega á lagginu sem almenningur verðist ekki vera að vita Bjarnason ráðherra já þessi það tala hann sem var hann gamli dómsmálaráðherrann þessi náðu að setja þetta svolítið og ég hef heyrt að hún ég veit nú ekki hvað það er að hún sé í kjallarunum á Hverfisgötunni en þetta er svolítið svona þetta er svona Arnaldur Indriðason eitthvað tekið úr einhverju skálsögu í honum sko. En þetta er staðreynd sko. Þessi maður var að vinna þarna. Nei, almenningur veit þetta ekki sko. Þannig að allt sem þú ert að gera á skoður á símanuðinu, þeir eru þar sko, að tjekka þær. Þetta er alvöru menn. En ég ber rosalega virðingu fyrir þessum lögreglumanni, alveg gríðarlega virðingu. Og ég spurði hann einu sinni af hverju eru við með svona mikið douchebags í löggunni. Og hann sagði við mig, og þetta er reyndar alltaf langt síðan, hann sagði bara því miður þá þurfum við að ráða rosa mikið af fólki sem við viljum ekki hafa vinnu hjá okkur en þetta starf bara við þurfum að manna þá þurfum við að taka fólkin sem við persónulega viljum ekki hafa í löggunni til að hafa bara þarna og þá er þetta það sem ég kalla þessi grönts sem eru bara algjöru durkar sko. Þannig að auðvitað eins og þú sagðir þurfum að manna þetta starf og auðvitað viljum við hafa lögregluna og við viljum að það er betra sko. Já og eins og þú sagði líka þetta er mest vanþáklasta starf Íslands alveg með það sem þurfa að glíma við og takast á við ég veit persónulega ég gæti ekki ég færi heim og ég myndi bara byrja að gráta á kvöldin að sjá alla þessa eymd sársauka þeir sjá alltaf versta í samfélaginu og þetta er bókstaflega það eina sem ég ger alltaf daginn í vinnunni á hverjum degi er að sjá alla eymdina og sársaukan og það hlýtur að taka á því rosalega og það er bara það er geta höndla þetta margir hverjir er gríðarlegt sko. Já, þetta er minnist að það var eitt ég var í lögmannanámskeiðinu og þá var hann einmitt að tala þetta einn lögmaðurinn að sagði sko þegar þú tekur á móti skjólstæðingi eða umbjóðanda þá er hann að hitta þig alveg undir sínum versta það er bara að koma eitthvað upp og sérstaklega að hann hefur verið handtekinn skilurðu og þú ert með fjöryggi hans í höndunum sem sagt, þú ert með frelsið hans veist, og svo getur verið náttúrulega allar einhver ástæði fyrir því akkur hann er komin ángað en það eru bara rosalega lítill hluti fólk sem þarf einhvern lögmann að halda og rosalega lítill fólk sem þarf í alvörunni hjálp lögregluna að halda skilur, sem eru kannski að ganga inn á svona glæpavett eða þú veist, eitthvað skelfilegt hefur á sér stað fattarðu en lögreglan þarf að gera þetta á hverjum einasta degi skilur þetta
þetta alltaf, þú ert að fara að hitta fólk og stundum ertu kannski málkunniðum, þetta er lítið land sem er á algjörum lóðpunkt, skilur við, þetta kom eitthvað upp á, eitthvað gerðist og lögregla kom til og þeir þurfa að gera þetta nánast hverjum einasta degi og ég hef heyrt að það er fullt af atvikum sem lögreglan sem sagt, þú veist lögregluþjónar ganga inn í og koma að sem koma ekkert upp í fjölmiðlum og það er það satt. Já, og þetta það sem ég fór að pæla þetta þegar formaðurinn var að segja þetta í fjölmiðlum ég alveg, Jesus Christ maður alltaf reglulega hitta eitthvað að fara í vinnunni og þarf að díla við þetta Já, við þurfum að gefa lögreglumönnum ekki nóga mikið sko, ríki borgar aldrei svo vel að ég myndi einhvern tíðan stökk á þetta tækifæri sko. Ekki fræðilegur Við þurfum að vera meira þakklátt fyrir lögreglumennina og gefa þeim meira þakklátt í okkar Þráfyrir að þeir voru með kilvin og loftir hann að sportbarn og sín tíma Já, maður reynir að líta fram hjá því sko. En ég held að það hafi bara verið hrættir Við vorum svolítið samansátna brjálæðingum og þeir eru ekki vita hvernig það er að díla við þetta alveg drítilóður sko. Síðan heyrði ég frá einum sem var að vinna í lögreglunni að Víkingarsveitin, hún var að standa fyrir ofan í guttinu fyrir ofan sko. Sendi bara fyrst almenningsdeildina en já, við vonum samt að því að hann ætlaði bara að ná í jakkan og fara með þeim þannig að það eru kannski jump the gun en það var einmitt þessi ég ætla ekki að greina mig langa svo til þess en við skulum sleppa þig en ef við að segja þetta er gott hérna, þetta er búið að vera fínt spjall og er eitthvað meira sem ætlum við ekki eitthvað aðeins að fjalla fyrst að við erum að tala um lögreglu aðeins við vorum búin að fjalla bónuslaunin og skattinum Herðu, jú maður, það er kannski ágætt að minnast á kannski mér langar svona að skjóta þig að bara hvernig þessi aðdragandinn var að þessu þar að segja sko þetta komst nú hérna í hámali núna var þetta byrjun ásins bara svo fyrir þá sem eru að hlusta ef ykkur eru að hlusta sem eru ekki þá kannski svo þeir vita að hvað við erum að fara að tala um Já, þetta er sem að snýra því að starfsmenn hjá skattinum þar að segja þeir sem eru háskólamenntaðir fengu sem sagt borguð sem sagt ákveðin bónuslaun eða sem sagt fengu þá laun greidd on á föstu launin og launin sem sagt þessi aukalaun eða bónuslaun eins og voru ákvörðuð út frá þessum svokölluðu stofnanasamningum sem eru þá sem sagt svona hliðarafurð kjarasamninga þessi stofnanasamningar það er sem nokkur verkalýðsfélög stéttarfélög gera þá beint við stofnana þar að segja skattin og ég man bara þegar ég var að lesa stofnanasamningin hjá skattinum og það var svona undarlegt ákvæð sem hét hvernig er hægt að vinna sér inn þessu laun og það var annarkvort með sérstakri framúrstöðu eða framúrskarandi framistöðu í vinnu ásækiði og mér fannst svo óbúslega skrítið alveg af hverju er skatturinn sem er eftirlitsstofnun og hefur sett hana heimildi með þetta inn í kjarasamning og ég fer á stúana og fer og hringi bara og reyna að spyrja hvað er í gangi og þá sem sagt heyrði ég það hjá einum að það eru sem sagt tekin sko á hverju ári og ég veit sko skatturinn hefur neitað þessu öllu saman notabenni á hverju ári eru heind svo kvöldu fjárhæða markmið hjá deildum alveg við ætlum að ná 200 milljónum sem sagt stofnunin ætlar að ná 200 milljónum út úr skatt eftirlitinu Fattarðu, þetta var alveg eins og þú myndir fara niður á lögreglustofu og segja herðu við ætlum að góma núna 200 umferðarþrjóta auka álu ertu að tala um að skatturinn setur sko, stofnunin ætlar að græða þetta með skatt eftirlitinu það er raun og verið bara meikar engan sens af því að þeir eiga náttúrulega bara starfa eftir lögum en þá var bent á það að þetta var nákvæmlega eins og lögregla myndi segja herðu, núna í dag ætlum við ætlum að ná 10 einhverjum að fara yfir rauðu til þess að ná þessu markmiði sko hvatinn þeirra á aldrei byggjast á því fjárhæðamarkmiði hvatinn þeirra á að byggjast á því að við ætlum að fara grípa fólk sem er ekki að fara eftir lögum ekki til þess að ná einhverju fjárhæð skilurðu og þá fór sem sagt, fólk að hugsa ef þeir eru með hvata eins og fyrir sérstak og framúrskarandi framúrstöðu til þess að ná einhverju pening til stofnunar myndi það ekki gera það að verkum að þeir myndi þá fara og hjóla í fólk og fyrirtæki til þess að ná þessu fjárhæðamarkmiði
þeir tóku fyrir þetta. Þeir sögðu bara nei, þetta var ekkert fjárhagamarkmið og ég spurði, ok, hvað fengu þá þeir sem voru að starfa í skatteftirlitinu mikið af peningum, sem sagt frá 2019 til 2023 fyrir þessar sérstöku og framúrskarandi framúrstöður í vinnu. Það var yfir 200 milljónir sem voru greidd í laun, þessi bónuslaun. Og þá, sem sagt, þegar ég fæ þessar upplýsingar og við birtum svo fréttina, þá var ég einmitt búin að tala við nokkar aðeins sem þekkja vel til þessum málaflokks og enginn af þeim þorði að tala undir nafni út af ótta við stofnun. Það var allir skítræddir við skattin. Það er ekkert eðlilegt. Nei. Þú ert ekki að vera hrædd við lögguna. Nei. Þótt að þeir séu með, geta handtekið þig, þú ert aldrei hræddur, þú ert að biðja aðstoð. Fattarðu? Skatturinn er náttúrulega allt annars eðlis í raun og veru, en þetta fannst mér alveg glórulaust að ég var að tala við fólk sem þekkir til málaflokksins og þeir þorði ekki að tjá sig undir nafn. Er þetta opinberir starfsmenn sem við talum um það? Nei, ég heyrði, ég má nú svo sem ekkert ljóstra því upp til Nei, þess að maður gera. að spáði hvort þið myndið að hræddur að missa vinnuna og það bara svona Já. útskúðar úr einhverju klíku sem í gangi þarna, eða... Já, af því að það er eitthvað undir niðri sem ég náði ekkert alveg að tappa í. En allavega, þetta er náttúrulega aldrei, þetta er ekkert eðlilegt að opinber stofnun sé með þessa hvata fyrir starffólki sitt. Nei. Að þú stendur þig framúrskarandi eða sérstaklega framúrskarandi eða hvernig sem það er og þá farðu auka greitt eða nú ert í skatteftirlitinu. Er það hvati þinn að bösta eins marga þú getur í réttu eða röngu? Nei. Og síðan væntanlega þá að setja eins háa upp að það getur. Já, þeir náttúrulega, ég ætla að taka það fram, þeir sögðu skattur, nei, það er engar fjárhæðir settir upp á skrifstofu og sagt að þið verðið að ná þessu, að þið náðu þessu þá verðið þið framúrskarandi að fáið bónuslaun. Þeir tóku fyrir þetta alls saman. En svo náttúrulega bara kom það á daginn núna fljótlega eftir áramót að ég man nú ekki eftir því að skatturinn, hann tók þetta af, sem sagt tók hennar stofnanasamning og ógilt, hann sagði bara ok, þetta hann bara gildir ekki lengur, þú getur ekki unnið einhver bónuslaun lengur, skilurðu. Það sem ég held með þessi bónuslaun hafi raun og veru, þetta var ekkert full pælt, ég held að þeir voru örugglega þegar þetta var sett á, þetta var örugglega bara til þess að skapa meiri hvata til að standa sig vel í vinnunni, en þetta er óeðlilegt hjá svona stofnun sem er með sektorheimildir, refsiheimildir. Þú ert aldrei að hafa eitthvað hvata. Nei, líka, ekki svona allan. Já, líka ef ég tek þig, ef það er grunur að þú hefur verið að stinga út á skatti, þá er eiginlega mjög erfitt að vita hvaða upphæð þú varst að stinga út á skattunum, þannig að ég get áætla á því í staðinn. Og þá auðvitað, ef ég er með svona eitthvað bónuskerfi sem, keyrum áfram, þá reynir þetta bara, ef ég er algjör drullusokkur, áætla ég á því bara sem mest til að ég vinni bónusinn. En þetta ýtir svolítið undir skítseðli í fólki. Já, það hefur við höfum meðal annars verið að fjalla um það að skatturinn lætur reyna á öll vafaatriði fyrir dómi. Skilurðu? Af því en ef þú ætlar að fara að láta reyna á öll vafaatriði fyrir dómi, það er svo óbúslega dýrt. Þú þarft að vera gríðarlega fjársterkur til þess að verja hagsmunina eða réttindi þín. Þú þarft að fara fyrir yfirskattanefnd, þú þarft að fara fyrir héraðsdóm, af því að skatturinn, ef þið tapar fyrir yfirskattanefnd, þeir áfrýja nánast alltaf til dómstólana. Ef þið tapar fyrir héraðsdómi, þá áfrýja til landsréttar. Bara umhugsunarlaust. Ef þú tapar á 3 dómstigum, þá ertu samt búin að koma með málskostnað, þú þarft að greiða lögfræðing, þú þarft að greiða skattasérfræðingum, endurskoðendum og alls konar fólki. En samt þeir halda alltaf áfram. Skilurðu? Og það var það sem líka umfjöllun líka snýr svolítið þetta. Er hvati fyrir alveg bara það er vafamál, fuck it, förum í mál. Öll vafamál. Og þetta var einhvern veginn lýst þannig fyrir mér, þegar var þessi óbilgirni í stofnuninni. Og svo plús það þessi stofnanasamningur fyrir sérstaklega framúrskarandi framúrstöður. Ég sagði, þetta meikar enga sens. Og mér er alveg sama hver pælingi var upphafi, kannski stóð aldrei til að þetta ætti að vera svona, en þetta var alveg glórulaust, en þetta var að tekið af. Nei. En hvað er það sem verður þess að falli? Er það bara að því þetta var opinbera eða ákvörðu hættuður með þetta? Þeir sögðu, ég hringdi í Snorra Olsen og ég spurði bara af hverju er það þá bara setja þetta af, fyrst að þetta var svona frábært, af því að þeir sögðu í einhverju yfirlýsingu að þetta hefði reynst stofnunum mjög vel og fólk var mjög ánægt, starfsfólki og svo framvegis, og ég sagði ok, af hverju er að taka þetta af fyrst að allir eru svo ánægði með þetta. Og þá sagði hann stofnunin hafði borist hótanir
alveg hótanir, hvað meinar hótanir? Það ekkert nýtt. Já, ég meina, þið eru að vinna á skattinum þinn og það ekki vinsalasta fólki, en það voru svona einu svörin sem ég fekk hjá hann, sko. Já, ok. En þetta finnst mér alveg óbúslega skrítið samt að fá svona svör. Já, en þetta ekki allt nú að fara yfir eitt einasta mál sem það hefur verið tengt við þetta bónuskerfið, það ekki? Það var það sem ég heyrði, ég veit nú ekki hvort þess að satt. Já, það hefur verið, meðal annars var það sennilega stærsti faktorinn þótti sögðu ekki í þessari yfirlýsingu að því að þetta gæti náttúrulega bara sko smitast til fleiri mála, var það sá sem sagt einhver innan skattsins fekk hann bónuslaun fyrir það að segja að þú sért skattsvikari eða þú átt ekki að fá þetta greitt tilbaka eða hvernig það er. Ég myndi halda þá sko það sem er að leitast eftir með því að fara yfir þessi mál, þessi maður er að svíkja skatti og hann er bara búin að gefast upp en ég ætla bara að leggja helmingi herri upp heldur en eðlilegt væri í þessu máli svo það er meiri líkur að ég fá hennar bónus. Er það ekki spillingin? Jú, það er það sem er þessi skakki hvati sem á ekki að vera hjá stofnun sem er með eftirlitsheimildir og refsiheimildir og sektunarheimildir, tala nú ekki þær, skilur við. Það er það sem var raun og verið sett út á í upphafi. Já. Erum við að fara að sjá okkur að refsingar koma út frá þessu? Nei, sko ég held að flest, ég er ekki nokkrum vafa að flest fólki sem vinni á skattunum, þetta er allt öndviðis fólk og þetta er alveg fínast á stofnun en það er bara að skapa einhver bara hvati sem meikað engan sens hjá þessari stofnun og kannski virka hjá matvælastofnun eða eitthvað, veist eitthvað, ég veit þeir eru reynda með sektunarheimildir ef ég man það rétt en þetta meikar engan sens hjá ykkur, ekkert fer þetta meikar sens hjá lögreglunni að vera með einhver svona sérstakar framúrstöður og svo framvegis. En var einhver að keyra á þá með þetta mál áður en þú gerir það? Nei, við vorum eitthvað búin að birta eitthvað aðeins þetta en ég kemst ekki að snóður þetta fyrir en ég næ sambandi við eitthvað sem vildi ekki tjásyndu nafninu og það voru alveg nokkur aðalur og þeir voru bara að segja mér bara, já þetta er bara meikar engan sens hvað er í gangi þarna sko. Þetta á ekkert heima þarna. Nei, ég feina að hjólið í þetta. Ég svolítið skrítið og minnist það þegar ég var að byrja að skrifa þetta því að þú gerir einhverjar fréttir og hún er birt og svo bara gleymist það og þegar ég gerði fréttina og ég gerði fyrir svona bónus að bjaga dómgrind þar sem starfsfólki á skattinu þegar ég var búin að skrifa hana og senda inn í lestur eða hvað það var og ég lesi þetta sjálfsagt einhver en svo allt innu bara sprakk þetta út sko. og ég reiknaði ekkert sérstaklega með því en ég var ekkert að gera þetta til þess að ná mig niður á skattinum eða ná mig niður á einum eða neinum ég var bara að gera þetta þegar þetta bara meikaði engan sens og mér er alveg sama hvernig það er skreitt sko. en það allan að þetta var allan að tekið af og ég ætla rétt að vona að stofnunin muni þá bara starfa samkvæmt lögum en ekki að reyna að bösta eins marga og það ekki mögulega að geta sko. Ég vonum það maður, það hlýtur nú að vera að koma fyrst eru búin að taka þetta af og það er allt í endur skoðun Já, þetta er alveg bara örugglega alveg öndviðis fólk sem er að vinna alveg klárlega en þið ekki að vera þessi hvati á bara ekki að vera Þetta er þjónusta við samfélagari, takk fyrir að hafa gert þetta. Ég var nú ekki einu svona að reyna það sérstaklega, mér fannst þetta bara alveg glórulegt sko, en það var alveg en ég ætla bara rétt að vona allan að fleiri stofnir að taka þetta til sín skilur að þið verða að passa ykkur að því að það er alveg sama hvort þú sagt, ef skatturinn til að mynda tekur þig fyrir eitthvað og borgar ekki skatt þá að segja bara, borgar ekki skattinn við skulum bara hjálpa þér þú skalt bara greiða þetta og hins eginn en þeir lístu skattinu þannig, þú greiðir ekki skatt og skattsvikari, við ætlum að drösla yfir þetta stakk mig líka Já, það á ekki að vera þannig það bara, við tökum alltaf og gerum þið bara af glæpamanni Já, og það var alveg fullt af svona sögum en sko þetta mál er mjög marglag og það er í eðlisinu svolítið ekki flókið en það er svona óbúslega mörg sjónamið en eftir sem stendur þá var ég samt mjög fegin og ánægður fyrir hönd stofnunar því ég hef mikla mætur á skattinum og þeir eru að gera virkilega gott verk að sjá til þess að skattið fer í samneyslun og allt þetta. Það var ekkert samfélag án þeirra. Nei, það er engin spurning og þetta er mjög nauðsynleg og mjög stór stofnun sem mörg fyrirtæki þurfa að díla við oft að þeir allan sáu út undan sér að þetta er náttúrulega algjörlega glórulaust sko. Já, frábært. Herðu, það að segja góðu loka. Hvað erum við búin að tala lengi? Við erum búin að tala lengi og ef það kemur upp eitthvað svona skemmtilegt mál því að ég skil nú alltaf helmingina þess að við vorum búin að vera að tala myndin kvöld það er þóttist gera það en ef það kemur eitthvað svona flókin mál í framtíðinu þá fæ ég kannski hóa í það aftur og kemur heimsækjar okkur og útskýrar fyrir okkur.
Já, bara absolutt sko og ég ætla rétt að vona að ég ná að koma þessu almennilega til skila. Ég var nú búinn að setja eitthvað á punktana hjá mér sem ég langaði að tala en ég hugsa að ég nú sveittur á rassinum þannig að þetta komið gott í stíði. Þetta komið gott hjá okkur. Takk hérlega fyrir þetta. Takk fyrir að bjóða mér. Bless. Bye bye.